Góðan dag, góði gestir. Fyrir hönd starfsfólks Minjastofnunar Íslands býð ég ykkur velkomin á ársfund stofnunarinnar árið 2019 og ég þakka ykkur fyrir að sýna málefnum stofnunarinnar áhuga. Hjá Minjastofnun starfa öflugir en allt of fáir starfsmenn. Við erum einungis 18 sérfræðingar í fullu starfi, auk fjármálastjóra og ritara. Og það sem ég ætlaði að reyna að sýna ykkur núna, að það var nú eiginlega þetta, að vinnustaðurinn okkar, að það er ekki einungis landmassinn Ísland, með jöklum og vötnum, heldur nær hann frá miðju Íslands út að ystu mörkum efnahagslögsögu landsins, lengst út í hafi. Þannig að við sem sagt sjáum landið og allt hingað út og við höfum lent í smálum sem einhvers staðar hérna. Ég hef verið svo heppin að fá til starfa með mér við uppbyggingu minjavörslunar sérfræðinga sem hafa yfirburðsþekkingu á fornleifa og húsvernd. Starfsfólk sem er gaman að vinna með að skemmtilegu verkefnum. Starfsfólk sem er óvenjulega og óendanlega viljugt, lausnamiðað og jákvætt, þrátt fyrir allt of mikið álag. Það koma tímabil þegar við veltum fyrir okkur skilningi annarra á starfi okkar og hlutverki Minjastofnunar. Minjavarsla er sérhæft starf sem á sér langa sögu. En sem komið hefur hún ekki haft möguleika á að eflast eins og eðlilegt mætti teljast á sögu eigin Íslandi og þrátt fyrir alþjóðlegar skuldbindingar yfirvalda. Eftir áralanga baráttu hefur Minjastofnun ekki verið tryggt fjármagn til að standa fyrir átaki í vettvangsskráningu minjalandsins, verkefni sem er bráðnauðsynlegt og forsenda þess að hægt sé að móta raunhæfa stefnu fyrir málaflokki. Eins hefur hlutverk Minjastofnunar sem sú stofnun sem undirbýr friðlýsingar menningarminja og menningarlandslags og sendir tillögur þær til mennta- og menningarmálaráðherra gleymst hjá fjárveitingavaldinu nú þegar mikið átak í friðlýsingum í landinu stendur yfir. Því er ekki að leyna að við öfundum náttúrugeirann dálítið. Ekki endilega vegna fjármagnsins sem hann nýtur þessa stundina, heldur vegna þess öfluga og duglega fólks sem hefur stofnað og byggt upp hin ýmsu grasrótarsamtök sem hafa talað fyrir mikilvægi náttúruverndar í áratugi. Náttúrugeirinn er nú að njóta afraksturs þeirrar miklu vinnu og fögnum við því með þeim. Ósköp væri nú samt gott ef við hjá Minjaverndinu hefðum slíkan hóp stuðningsmanna. Ég trúi og vona ekki að líða á löngu þar til við eignumst slíka öfluga talsmenn. Í ár er yfirskrift ársfundar Minjastofnunar menningarminjar í hættu. Hér á eftir verða fluttir 6 fyrirlestrar þar sem fjallað verður hinar ýmsu framkvæmdir og öfl sem ógna menningarminjum landsins. Uppbygging hótela, íbúðarhúsa, verslana og innviða sem staðið hefur yfir í landinu undanfarin ár hefur í sumum tilfellum haft neikvæð áhrif á minjar og minjavernd. Ýmsum mikilvægum málaflokkum sem ekki hafa náð 100 ára aldri eins og stríðs- og iðnminjum er ógnað og slíkar minjar eru að hverfa vegna þess að ekki hefur fengið fjármagn til að skrá þær og móta stefnu hverjar ætti að varðveita. Loftslagsbreytingar, náttúruöflin og skógrækt eru einnig þættir sem ógna minjum. Minjar eru að brotna niður við ströndin og blása upp inn í landi og brotna niður og fljóta burt vegna flóða sem sum eru tilkomin vegna loftslagsbreytinga og aukinnar eldvirkni í landinu. Þið fáum svona nánari útlistur það á eftir. Við erum að missa minjar frá upphafi byggðar en okkur skortir vitneskju hvað er að hverfa því okkur er ekki gert mögulegt að skrá minjarnar, rannsaka þær og vernda. Þetta er staða menningarminjaverndar á Íslandi árið 2019. Hér á eftir munum við hlusta á mjög áhugaverða fyrirlestra sem fjalla þessa þætti og starfsfólk Minjastofnunar og 2 gestir okkar munu flytja. Mig langar til að þakka starfsfólkinu fyrir þátt sinn í ársfundinu, bæði fyrirlesara og aðra sem hafa verið að undirbúa og hlaupa hér í kringum mig.
En sérstakar þakkir fá Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í líffræði við Háskóla Íslands, fyrir fyrirlestrana áhrif loftslagsbreytinga og skógræktar á minjar sem þau munu flytja hér á eftir. Þetta ætla ég að láta nægja hér í bili og fara yfir í veitingu eiginlega viðurkenningar Minjastofnunar. Það var búið að búa til mynd og ég vil að byrja því Hjörleifur að koma til ég er búin að tala eitt, ég er búin að tala. Minjastofnun Íslands hefur eins og þið sjáið ákveðið að viðurkenning ársins 2019 fyrir störf í þágu minjaverndar falli í hlut Hjörleifs Guttormssonar, náttúrufræðings, fyrir alþingismanns og ráðherra. Hjörleifur nam náttúrufræði í Þýskalandi og hann á sér fjölbreyttan starfsferil sem ómögulegt er að rekja í fáum orðum. Auk þingmennskunnar hefur hann beitt sér ötullega í þágu náttúruverndar og sat í náttúruverndarráði tíma. Hann hefur sinnt landbúnaðarstörfum, skógrækt, landmælingum, unnið við túlkun og sinnt íslenskukennslu. Hann var á rannsóknarstofu og stofnaði og rak náttúrugripasafnið í Neskaupstað, svo örfá dæmi séu tekin. Hjörleifur átti frumkvæði á stofnun Safnastofnunar Austurlands árið 1972, en það voru regnhlífarsamtök safna á vegum sveitarstjórna á Austurlandi og hann var stjórnarformaður Safnastofnunar fyrstu 6 árin. Hjörleifur beitti sér fyrir húsvernd á Austurlandi, hann fékk Árni Ágústsson til að skrá og meta gömlu húsin á Seyðisfirði og beitti sér fyrir friðun löngubúðar á Djúpavogi. Í dag er það umhyggja og segla Hjörleifs við að skrifa og miðla upplýsingum fornleifar á Austurlandi og þáttur hans í fornleifaskráningu sem við viljum þakka honum fyrir. Auk þess sem Hjörleifur hefur skrifað fornleifar og örnefni í einum 8 árbókum Ferðafélags Íslands Austfirði og Austurland og byggt myndir af minjunum, þá hefur hann skrifað fornleifar á öðrum vettvangi og samvinnu skráningu þeirra við ýmsa fornleifafræðinga, þeirra á meðal Guðnýju Sóuga, Mjöll Snæsdóttur, Birnu Gunnarsdóttur, Ingu Sóley Kristjánudóttur, Ragnar Eðvaldsson og Bryndísi Sóuga. Meðal þeirra greina sem Hjörleifur hefur byggt þá samvinnu eru örnefni og þjóðminjar í Álftafirði, Hallormsstaður í skógum, náttúra og saga höfuðbóls og þjóðskógar, Krossanes við Reyðarfjörð, fornleifaskráning, fornleifar og náttúruminjar í Hálsaþorpi við Djúpavog, búsetuminjar á Hraundal í Útmannasveit, minjar sjósókn í Héraðsflóa, Seley við Reyðarfjörð, náttúrufarnytjar og fornleifar, í spor Jóns lærða greinar með fornminjaþáttum og fornleifaskráning á Héraði 2015. Og nú langar við til þess að byrja við að koma í það Hjörleifur. Hér er bara, ég helst að fá hjá. Já, ég þakka hjá. Hjörleifur er gert svo mikið, hann fær svo mikið. Hér er bara Hjörleifur svo vel. Kristín Huld, forstöðumaður og þátttökusamkoma. Það getur ýmislegt komið manni á óvart og á dauða mínum átti ég vona en ekki að verða grýptur hér með þessari viðurkenningu sem ég þakka auðvitað hjartanlega fyrir. Hún er örvandi en annað mál er það hvort að ég stend undir því að taka við slíkum. Ég vil aðeins segja hér að fáum orðum að það hefur þessi áhugi svona á náttúru og umhverfi og þar á meðal á fornminjum, bæði menningarminjum af ýmsu tagi og því sem að jörðin geymir. Það hefur svona fylgt mér frá barnæsku. Það sem er í mínu minni er Graut-Atli nokkur Þórisson sem byggði í Atlavík og ég ungur að árum skoðaði þættirnar sem að sagðar voru eftir hann, þegar Graut-Atla á Stekknum
og það var áður heldur en Hallormsstaður byggðist þar sem ég er fæddur. Ég gerir ráð fyrir því. Og það er nú svo að ég fætti svona nokkuð víðtækan áhuga og allt of víðtækan. Það verður hefðsýn í tímans rás að vera gaufa í mörgum, þar á meðal áhuga á sögu og í rauninni rennur þetta nú allt saman í eina heild í mínum huga, náttúran, sagan og minjarnar og þjóðin auðvitað og þannig að það er sannarlega mörgu að taka. Nú ég var svo heppinn eftir að ljúka námi erlendis og við Kristín fluttum til Neskaupstaðar þar sem við vorum í yfir 40 ár búsett að kynnast áhuga fólki á Austurlandi sem hafði vilja til þess að reisa merki sem var ansi lágreist þarna á þessum tíma 1965 og þar um bil. En það var til vottur af minjasafni en það var svo sem ekkert annað af söfnum í fjórðungnum og það varð úr með stuðningi sveitarstjórna að það var stofnað eins og Kristín Huld vék að Safnastofnun Austurlands sem að ég flutti tillögu og fékk hljómgrunn og þessi stofnun sem að lifði svona fram undir aldamótin sem slík, hún skipulagði verkaskiptingu meðal safna í fjórðungnum, þannig að þetta er ekki alls saman svona landleifar eða sýnishorn af landbúnaðarmenningunni og þeirri fornu tíð heldur komið á verkaskiptingu og hún sýnir sér í einum hátt í 10 sérsöfnum í því sem ég kallaði þá Austfirðinga fjórðung. Og nú auðvitað í gegnum þetta þá kynntist ég fjölmörgu fólki sem var að iðja á þessum vettvangi og Kristján Eldjárn, hann hitti ég á það leyti sem hann var að stíga úr Þjóðminjasafninu yfir í Bessastaði og þetta var hann mjög örvandi maður með sinni fræðslu og sinni túlkun og síðan eftirmenn hans og alltaf fjölmennalið sem síðan hefur komið til. En það sem hefur verið alveg sérstaklega ánægjulegt finnst mér að kynnast svona til vaxandi áhuga sem á þessu sviði menningarminjanna almennt og því marga stórefnilega fólki sem að þar á vettvangi og vinnur afskaplega mikið starf en það er eftirsjá í því að löggjafinn finnst mér ekki hafa sinnt kalli að öllu leyti. Það er ekki allt sem hefur verið slæmt gert í þeim efnum en sumt vantar tilfinnanlega og Kristín Huld nefndi hér einn þátt sem að ég held að sé ástæða til að endurskoða sem fyrst í rauninni og það er skráning fornleifa sem ákveðin undirstaða til að átta sig á stöðunni í þessum málum og geta mótað skilvirka stefnu. Og þið þekkið það að það eru hvað áætlaði sem 130.000 fornleifar í landinu en það sé ekki nema nálægt þriðjungur sem að hefur verið skráður. Og þetta er mjög svona einangrað margt að þessu. Ég hef svona í mínum ritstörfum eftir að ég fékk meiri tíma fyrir það að þá hef ég verið að reyna að halda til haga þessum þáttum og fengið sérfróða til liðsvið til þess að gefa því svona meira inntak fornleifafræðinga. Ég ætla ekki að telja þá upp, hún nefndi það á Kristín Huld. Margt af því fólki sem að ég hef tengst í þessu starfi. Nú, ég samgleðst yfir því sem að hefur gerst til þessa og ég hvet okkur öll og ég tel mig í þeim hópi þó að ég sé nú komin orðið nokkuð á efri árum sem að hef vilja til þess að reyna að ýta á eftir lagabótum sem öðru sem að gæti til framfara horft á þessu sviði. Það er fátt eins mikilvægt fyrir okkur eins og að þessi málaflokkur, þeirri menningin og undirstaða hennar og lífliðina kynslóða sig dregið fram þegar menn eru að fara inn í
það óvissu sem einkennir nútímann. Þakka ykkur kærlega fyrir. Til hamingju Hjörleifur. Já, ég heiti Ragnhildur Vigfúsdóttir og ég vann 2 sumur á Edduhótelinu á Hallormsstað og annað sumarið var eftirminnilegasti gestur í Ringólfsstað. En hitt sumarið Hjörleifur Guttormsson. Nú getið þið bara reynt að ímynda ykkur hversu var svona. Gaman að vera með ykkur. Það mjög stíf dagskrá hérna framundan og það var allir fengið verkefni á borðunum, þið kannist þið það ekki. Einhverjir sem nýir hérna sem aldrei komið á ársfundin áður? Það sé rétt upp henn sem aldrei komið áður. Og er fólki gott við ykkur segir lentum við á borði? Ef ekki á talið í kaffinu. Og ég færi þau. Nú er ég þarna tæknilega undur hérna, hvað ég gerði eftir tilbúin. Ég var aðeins eitthvað græja sem ég átti að skipta út. Guðni gerði hlutur erindi myndavöldum í Reykjavík frá nágrunni sem hún ætlaði að tala byggð í hættu. Takk kærlega. Já, við erum hérna sem þetta leysa tæknileg vandamál sem að virðist vera algjörlega ófrávíkjanleg atriði á svona samkomum. En ég ætla hér að, eins og Ragnhildur sagði og Kristín hefði kynnt yfirskrift þessa ársfunda sem eru menningarminjar í hættu og það sem að ég ætla að ræða lítillega er byggð í hættu og fyrst og fremst að beina sjónum að sögulegri byggð í borgum og bæjum, eða í borg og bæ hér á Íslandi. Þegar fjallað er verndun húsa og mannvirkja hér áður fyrr, þá var það einkum horft til einstakra sögulegra bygginga og þá fyrst og fremst voru þær metnar út frá byggingarlistalegu gildi. En á undanförnum áratugum hefur áhersla færst yfir til þess að horfa á gildi sögulega byggðar í borgum og bæjum út frá víðara sjónarhorni og þá meta jafnt og taka tillit til menningarsögulegra, félagslegra og efnahagslegra gilda byggðar, jafnt sem listræns eins og áður. Verndun þá menningararfs eða byggingararfs sem ég kannski fyrst að tala sem hér þá fyrst, hann beinist kannski fyrst að því núna að varðveita það sem að eru sérkenni byggðar sem heilda, en sérkennin eru þá í rauninni greind í svipmóti byggðarinnar og það þá áhersla á að vernda heildi innan tilgreinds svæðis eða í hverfi og það geta verið götumyndir og stærri svæði en það er núna hugtakið svipmót sem er lykilatriði og kom inn með lögum verndarsvæði byggð og það hafi auðvitað verið til áður sem að horft til þegar að rætt verndun sögulegra byggðar. Við Íslendingar erum þátttakendur í alþjóðlegu starfi sem betur fer og eigum aðild að alþjóðasamtökum og þeirra meðal eru Sameinuðu þjóðirnar og undirstofnunar þeirra sem að hafa auðvitað fjalla og menningararf og UNESCO sem menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna gaf út árið 2011 tilmæli sem borgarlandslag eða það sem kallað Historic Urban Landscape og í þeim tilmælum það skýrt hvað það sé sem einkennir sögulegt borgarlandslag en það býr yfir sögulegri dýpt og því vitnisburður þróun byggðar og bæja og borga sem að greint í lögum í byggðinni sem hefur orðið til á lengum tíma.
Og þar líka lögð áhersla á það að það horfa ekki aðeins til sögulegra miðbæja sem hefur kannski verið það sem einhverjum hefur svona sjónum beint að þegar rætt verndun, heldur umhverfis þessarar byggðar landslagsins sem skapar umgjörðina. Það í heild sinni þetta sögulega borgarlandslag. Í íslenskri löggjöf þá er það alveg ljóst að það skuli vernda byggingararf því að byggingararfur hluti af því sem stefnt þeim menningararfi sem samkvæmt lögum menningarminjar skal vernda og tryggja að verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Þetta í 1. grein laga menningarminjar. Ég búin með helminginn tímanum. Ég ætla bara að ítreka það sem kom fram að Íslendingar hafa gengist undir alþjóðlegar skuldbindingar, meðal annars sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna, þar sem 11. markmiðið um sjálfbærar borgir og samfélög og þar í undirmarkmiði segir að það skuli gera borgir og íbúðasvæði örugg og sjálfbær og öllum aðgengileg. Og að það skuli blása til sóknar til þess að vernda og tryggja menningar og náttúruarf heimsins. Minjavörslan hefur hlutverk í því að ná þessum markmiðum, bæði þessum sem sett hafa verið fram í alþjóðlegri stefnumörkun en einnig auðvitað íslenskri. Og það að hlutverk minjavörslu fyrst og fremst eða forsenda þess að hægt sé að vinna verndun, það að það sé unnið eftir í samræmi við góða venjun sem tíðkast og líka viðurkenndi aðferðafræði og verndun minjavörsla byggir á skráningu menningarminja sem nauðsynleg forsenda þess að öðlast yfirsýn yfir menningararfinn og sem grunnur að því að taka ákvarðanir hvað skuli vernda. Og hér hefur verið unnið að skráningu byggingararfs lengi og í húsakönnunum sem það sem greindir þeir þættir sem móta yfirbragð og svipmót byggðarinnar. Þegar kemur að því að þessar spurningu hvað það sem helst ógnir sögulegri byggð í borg og bæjum, þá verður að horfast í augu það að það fyrst og fremst hættur á mannavöldum sem þessari byggð ógna. Og það þá fyrst og fremst ýmiss konar framkvæmdir en auðvitað líka má kenna skilningsleysi á gildi byggingararfs sem getur birst í skeytingarleysi og oft í vanrækslu, meðvituðu og ómeðvituðu vanrækslu á viðhaldi húsa og mannvirki. En það þessar framkvæmdir sem kallað uppbygging og þróun í stjórnmála og skipulagsmáli sem skapa þrýsting í sögulegri byggð, en þar takast á yfirleitt hagsmunir, annars vegar fjárhagslegir hagsmunir eigenda og síðan verndunarsjónarmið sem við sem vinnum með minjavörsluna reynum að halda á lofti. Og því miður það var þá oft þannig að þau sjónarmið þurfa að víkja, látin víkja, þegar að teknar eru ákvarðanir framkvæmdir. En það mjög bagalegt. Hér mynd sem nýlega birtist okkur og það hugtakið þétting byggðar sem hefur verið ríkjandi og mjög áberandi í umræðu skipulagsmál. Þetta og nú segi ég sem brottfluttur og aðfluttur Akureyringur, þekkið þið þennan stað. Þetta tillaga breyttu skipulagi, deiliskipulagi Oddeyri sem hefur verið auglýst og til umfjöllunar núna hjá skipulagsyfirvöldum á Akureyri. Og það má segja að hér sé algjörlega horft fram hjá þeirri eðlilegu kröfu sem það sem byggt nýtt inn í eldri byggð eigi að taka tillit til hennar og falla að henni í formi, stærð og efnisvali. En þarna fyrir framan þessi friðlýst hús, Gránufélagshúsin, elstu húsin á Oddeyri sem bæjarstjórn Akureyrar friðlýsti árið 1982. En það gerast stundum gleðilegir hluti líka við framkvæmdir og við skulum ekki alveg horfa fram hjá þeim. Það komast í ljós stundum minjar sem hafa verið þá dregnar fram, hafa verið huldar undir yfirborði götur eins og hér í Pósthússtræti
og þarna hefur verið vel gert og þar með fá þessa minjar hlutverk og það sýna fram á gildi þess að varðveita sögu og ummerki sögu bæjanna og þar á staðnum hægt að miðla fróðleik og þekkingu uppbyggingu og þróun byggðarinnar og verður eins konar áttaviti. Í umræðu þessar ógnir sem steðja að sögulegri byggð þá er ferðamennska eða ferðaþjónusta einn þeim þáttum sem að iðulega nefnt. Það hefur verið stóraukinn vöxtur í þeirri atvinnugrein, ekki bara hér á Íslandi þó hann hafi kannski óvíða verið eins mikið, en þessari þróun þá fylgja kröfur breytta nýtingu, bæði mannvirkja og svæða, hverfa, gatna og annað og það hefur allt saman áhrif á yfirbragð og ásýnd byggðarinnar en einnig hefur það í för með sér ýmsar félagslegar og menningarlegar breytingar fyrir íbúa og þar er það þannig oft að hefðbundin gömul og gild kennileiti hverfa. Ég er búin með tíman, ég er ekki alveg búin. Þannig að gamli bæjarhlutar, eins og ég segi, hafa mikið á aðdráttarafl og hér er mynd úr Stykkishólmi og það er bara vegna þess að hér er það. Já, þá er það því að það virkar ekki lengur takkinn á törninni. Þessi hér sem ég er að reyna að færa núna. Þetta er stórkostleg mynd úr Stykkishólmi þar sem var verið að segja frá í gær að það hefur verið komin könnun viðhorf íbúa til þessara ferðamennsku og það eru bæði jákvæð og neikvæð viðhorf. En það sem kemur fram í Stykkishólmi meðal annars að í gamla bæjarhlutunum þar er nánast engin föst búseta lengur. Það hefur eins og svo víða annars staðar í gamla bæjarhlutum, þá hefur þessi þróun, þessi ferðamennska áhrif á fasteignir, á fasteignaverð og víðast hvar keypt upp til þess að þjóna ferðamönnum. En þetta er því miður þannig að það er ekki hægt að sýna ykkur sem glæsilegar myndir og síðan að lokum, nú er ég komin í algjörðu tímaþreng, en eitt af því sem ég ætla að sýna ykkur hérna eru ákaflega skemmtilega myndir sem að því miður sjást ekki. Það voru sýnaðar í hlénu eftir. Ég sýnaðar í hlénu, en það er annars þessari ferðamennsku, þessari fjölda ferðamennsku, þá eru skemmtiferðaskipin eitt af því sem að hafa mikil áhrif, ekki bara sem mengunarvaldar, heldur líka mikil áhrif á sögulega byggð. Þar er bæði þessi fjölda ferðamennska, þar sem að fólk í rauninni má segja hvað að verði á margir á viðkvæmum stöðum. En líka þarna, og það er myndirna sem átt að sýna að það er skemmtiferðaskipin þegar þau liggja við höfn í þessum litlu bæjum sem að eru hér allt land, kringum landið, þá hafa þau gríðarlega áhrif á ásýnd bæjarins og þar með á staðarandan og upplifunin á staðnum breytast og kennileiti hverfa. Og ég skal vona bara að ég ná að sýna þessar myndir eftir en þetta er mjög áhrifamiklar lokamyndir. Þú dróstu svo lýsandi mynd af sér, ég vissi að allir sáu þetta. Það er ótrúlegt af hverju músin virkar stundum og stundum ekki. Nú hætti takka. Og það var einhver svo fram og sótti inn á tæknima fyrir okkur. Pétur minn, sko við erum komin á eftir ávarpinu nú þegar og við ætlum ekki að kenna Hjörleifi Guttormssyni þetta. Og hann sé þekktur fyrir að vera stundum langborðin, þá var það svo fallegt það sem hann sagði við ykkur, það var svo ekki hvetjandi. Og þið voru eftir að tala um þetta að þið þurfa að fá eignast fleiri vini. Þetta fleiri vini sem á Guttorm, Hjörleif Guttormsson, ég spyr ykkur. En Pétur er ekkert ístaklega með henni virki, en við skulum vona það. Komdu hérna og þú hefur sko bara 8 mínútur, þannig að þú talar hraðar en venjulega. Þú er ekki vinjaðastur, þú talar rosa hratt. Það er tekið eftir. Það var svolítið að snýting á sali sem þetta verður. Þú fær fjóra. Það var vitið.
Já, virðulega samkoma, sérstaða íslensks byggingararfs fyrir tíðar er hversu stór hluti hans er byggður úr lífrænum efnum, torfi og timbri. Torfhúsin okkar eru dæmi alþýðu húsagerð, þar sem húsin sem slík ekki listræn sköpunarverk þekktra höfunda heldur fulltrúar verkmenningar sem þróaðist og breytist í gegnum aldirnar. En vegna þess að hinn lífrænu byggingarefni eru forgengileg þarfnast torfhúsin stöðugs viðhalds og meiri háttar endurnýjunar á nokkra áratuga fresti. Þau tiltölulega fáu heilu torfhús sem enn standa njóta flest verndar og eru mörg hver í vörslu og umsjón safnastofnana. Þau eru því ekki beinlínis í niðurrifshættu en viðhald þeirra er kostnaðarsamt og krefst sérhæfs innhalds. Torfhúsin voru húsakostur samfélags þar sem vinnuafl var ódýrt en byggingarefni á skornum skatti. Arfleifð þeirra einskorðast ekki við húsin sem slík, heldur ekki síður það sérhæfða handverk og verklag sem þarf til að reisa þau og viðhalda. Miðlun slíkrar þekkingar milli kynslóða er því jafnvel mikilvægri aðgerð en endurbygging einstakra húsa. Eitt brýnasta forgangsverkefni á sviði húsverndar er því að styðja við framtak á borð við Fornverkaskólann í Skagafirði sem á undanförnum árum hefur staðið fyrir námskeiðum í tengslum við endurbyggingu bæjarhúsa að Tyrfingstöðum í Kjálka. Lög um menningarminjar tryggja vernd húsa og mannvirkja sem náð hafa 100 ára aldri. Aldursverndin nær yfir tímabil torf- og timburhúsa. Hún tryggir að ekki má rífa þau eða breyta þeim nema með samþykki Minjastofnunar. Kirkjur byggðar fyrir 1918 teljast til friðlýstra bygginga og njóta sérstakra verndar. Á síðasta aldarfjórðungi hefur miklu fé verið varið til viðhalds og endurgerðar eldri kirkjuhúsa. Auk mikilvægra rannsóknarvinnu í tengslum við Ritsafnið kirkjur Íslands sem veitir einstaka yfirsýn yfir þennan flokk bygginga. Þrátt fyrir það er framtíð margra gamalla kirkna óviss. Tekjur sókna hafa dregið saman á undanförnum árum og styrkir Húsafriðunarsjóðs geta engan veginn staðið undir nauðsynlegu viðhaldi. Hrafnseyrarkirkja í Arnarfirði er gott dæmi stöðuna. Í sókninni eru einungis 3 sóknarbörn. Eldri hjón með sumarbúsetu og næsta bæ skipa sóknarnefndina og hafa einstakri ræktarsemi við kirkjuna sótt styrki og kalla til iðnaðarmenn til að sinna brýnasta viðhaldi. Þetta elsta bæjarhús á Hrafnseyri hefur ekki notið góðs af því umtalsverða opinbera fé sem varið hefur verið í alls konar sýningar og tilgátuhús á þessum sama stað. Og það má geta þess að þó að svo góð vinna hafi verið unnið með hinar friðlýstu kirkjur, þá eigum við eftir að kanna kirkjubyggingar af 20. aldarinnar, þar sem eru byggðar eftir 1918 fyrirgefiði. Og það má nefna það að einungis 4 af þeim 60 kirkjum sem teiknaðar voru í tíð Guðjóns Samúelssonar húsameistara ríkisins njóta friðlýsingar. Ég ætla líka að nefna að núna í febrúar þá stendur til að halda málþing þetta málefni, kirkjur Íslands, sagan og framtíðin, í samvinnu Minjastofnunar og biskupsstofu. Víða land eru vegleg timburhús frá upphafi 20. aldar sem þarfnast tafarlaus viðhalds ef þau eiga ekki að eyðileggjast. Jafnvel þótt áhugi sé fyrir hendi í heimabyggð að gera þau upp eru ýmis ljón á vegi. Til dæmis eru lánastofnanir trega til að fjármagna slík verkefni. Húsið Hafnargata 11 eða Ríkið á Seyðisfirði var friðlýst árið 2009 ásamt merkum búðaríhlutningum. Húsið er í eigu ríkisins en viðhaldi þess hefur ekkert verið sinnt síðan friðlýsingin tók gildi. Vilyrði styrk sem átti að fylgja sem heimamundu frá ríkinu til nýs eiganda hefur nú verið dregin tilbaka. Til stendur að ríkið selji húsið en væntingar höfunda fjárlaga að hátt verð fáist fyrir það eru algjörlega óraunhæfar. Ríkið á Seyðisfirði er annað 2 friðlýstra húsa á landinu sem setja mætti á válista.
En líkt á með torfhúsin þá krefst viðhald eldri timburhúsa, sérþekkingar og eðli þeirra og gerð. Brýnt að miðla þeirri þekking og reynslu sem safnast hefur til yngri kynslóðar, hönnuður og iðnaðarmanni, en það má segja að ekki hafi orðið næg endurnýjun í hópi þeirra sem hafa sérhæft sig í viðgerðum á gömlum húsum. Endurnýjun húsakosts í sveitum landsins með tilkomu steinsteypu var mikilvægt framfaramál þjóðarinnar á fyrri hluta 20. aldar. Steypuhúsin reisulegu sem voru táknýra tíma eru nú mörg á fallanda fæti og fátt til bjargar. Erfitt vik með þau hús sem eru á eignarjörðum og eigendur sjá sér ekki hag í að eiga eða nýta. Árið 2014 beitti Minjastofnun og Húsafriðunarnefnd sér fyrir friðlýsingu gamla íbúðar- og gistihússins að Kárastöðum í Þingvallasveit, sem mjög gott dæmi steinsteypt burstahús eftir Jóhann Franklín Kristjánsson húsameistara reist 1925 sem heimili og sveitagistihús í aðdraganda Alþingishátíðar 1930. Jörðin Kárastaðir er ríkiseign og liggur innan marka þjóðgarðsins og Þingvöllum. Eigendur hússins hafa boðið ríkinu ítrekað að taka við húsinu án endurgjalds, en hingað til hefur ekki verið vilji hjá stjórnvöldum til að þiggja það boð. Kárastaðahúsið er því annað tveggja friðlýstra húsa sem á erindi á válista í bráðri hættu þar sem það stendur á jaðri heimsminjasvæðisins á Þingvöllum. Steinsteypan skapaði frjóan jarðveg fyrir nýja stefnu notagildis og einfaldleika sem varð á skömmum tíma ríkjandi viðhorf í íslenskum arkitektúrum og eftir 1930. Í stað hinna burstabyggðu húsa þriðja áratugarins kom fram á kreppuárum nýgerð bæjarhúsa, einlyft og með lágreistu þaki, skipulögð með ítrustu hagkvæmna leiðarljósi. Hugmyndina hinna nýju bæjargerð átti Þóri Baldvinsson arkitekt, en hús hans eru nú óðum að týna tölunni og lítil yfirsýn yfir fjölda þeirra og varðveislugildi. Og sama á við gripahús og ýmis mannvirki sem tengjast búnaðarsögu á 20. öld. Og það er einmitt gaman að því að eitt af þessum funksionalísku sveitahúsum sem að stendur virðist vera á notkunar er á bænum Hriflu, hérna Þingeyjarsveit. Skólahús, félagsheimili, íþróttamannvirki frá fyrri hluta 20. aldar eru flokkur byggingar sem ekki hefur verið rannsakaður sem vert væri. Gamlar sundlaugar hafa ratað í verk heimsþekktra erlendra listamanna, en sumar þeirra hafa nú verið aflagðar eða rifnar og aflagðar þar sem það uppfylla ekki nútíma kröfur og framtíð þeirra óviss. Sundskálinn í Svarfaðardal er í þeirri stöðu, einnig Sundhöllin á Ísafirði og óþarf er að minna á nýlega baráttu fyrir varðveislu Sundhallar Keflavíkur sem var orusta sem tapaðist. Það er eðli byggingar sem nytja hluta, notkun þeirra kann að breytast í tímans rás. Þetta á líka við þær merku opinberu byggingar sem valdar hafa verið í úrvalsflokk friðlýstra húsa. Þeir sem ákvarðanir taka húsnæðismál opinberra stofnana og einkafyrirtækja hafa oft lítinn skilning á menningargildi eldri húsa og telja þau úrelt og óhagkvæm vinnurými miðað við nýjustu tísku. Það er sorglegt til þess að vita að svo einstaka bygging heilsuverndarstöðum við Barónsstíg skuli nú standa auð og gólfeinni í þeirri byggingu stórskemmt vegna slæmrar umgengni síðasta leigutaka. Og það má líka spyrja hver verður framtíð Landsbankans í Austurstræti þegar að sú stofnun flytur í nýtt hús og eða safnahússins í Hverfisgötu, svo ég nefni nú tvær af okkar merkustu perlum frá fyrri hluta 20. aldar. Það gefst ekki tími hér til að fjalla ýmsa þá flokka mannvirkja frá 20. öld, annar en húsa sem lögum menningarmiðjan á yfir, svo sem brýr, hafnir og veghluta og margt fleira mætti nefna. Ég vil þó minna á tillögur friðlýsingu sögulegra garða sem nú er í undirbúningi og byggja á tillögum garðsöguhóps Félags íslenskra landslagsarkitekta, en það stendur sem sagt til að leggja til friðlýsingu í fyrsta áfanga Alþingisgarðsins, garðsins Skrúðs í Dýrafirði, Hallargarðsins við Fríkirkjuveg sem dæmi landslagshönnun Jóns Björnssonar og þennan grafreit í Gufunesi sem er eitt af verkum Reynis Vilhjálmssonar landslagsarkitekts, en nánasta umhverfi hans er einmitt að taka miklum breytingum á næstu árum vegna breytinga í skipulagi.
Hugmyndafræðin þéttingu byggðar gengur meðal annars út á að endurnýja eldri iðnaðarlóðir en til nýja íbúðabyggð. Á mörgum þeirra lóðar eru atvinnuhús sem tilhneigingar til að dæma ónothæf og óarðbær fremur en að endurnýta. Hér í Reykjavík hefur verið gengið mjög hart fram í niðurrifi iðnaðar og atvinnuhúsa. Og það er þróun sem hófst með Skúlagötuskipulagi 9. áratugarins og hefur síðan færst yfir á Borgartún, Rauðarárholt og nú síðast Múlahverfi og Súðarvogur. Og til að minna á þetta þá sýni ég þetta hús sem að enginn hafði hugsun að hefðu varðveislugildi. Þetta er gamla ræsishúsið við Skúlagötu eftir Ágúst Pálsson, arkitekt, höfund Neskirkju. Nú þegar að bílamenning 20. aldar eftir vill að verða hluti af liðinni tíð og tímabært að huga minjum sem henni tengjast. 1960 byggðu Olíufélögin 3 þjónustustöðvar sem voru hluti af borgarlandslagi eftirstríðsáranna. Margar þeirra voru teiknaðar af kunnum arkitektum og sumar þeirra tímamótaverk, svo sem þar sem Manfred Vilhjálmsson teiknaði fyrir Nesti, Reykjavík og Akureyri, sem því miður eru horfnar. Ein af fáum slíkum stöðum sem enn standa eru við Miklubraut, teiknaðar af Hannesi Davíðssyni, arkitekt fyrir Olíufélagið Shell, glæsilegur minimalismi, helgisgrín úr gleri og stáli utan litríkar framleiðsluvörur Olíufélagsins. Svona leit þessi stöð út, ný byggð, og svona leitur hún út í 2010 og 2015 og held ég að hún sé svo enn. Og það má líka nefna þessa byggingu hér sem hefur nokkuð verið frétt sunnu Torfi Langholtsveg sem var sérhönnuð sem biðskýli og söluturn af þeim verkamanni Sigvalda Þórðarson árið 1959. Þessi bygging hefur staðið niðurnýtt langt skeið. Það voru metnaðarfull áform að gera við hana og innrétta hana sem veitingastað en það tókust ekki samningar við Reykjavíkurborg og þannig að hún stendur þarna ennþá í algjörri óvissu. Nú, að lokum þá ætla ég að nefna að á undanförnum árum þá hafa yfirvöld minjavörslu beitt sér fyrir friðlýsingu merkra 20. aldar bygginga og þá sérstaklega valin íbúðarhús eftir merka arkitekta frá eftirstríðsárum. Og þó að slík hús hafi ekki verið friðuð þá gerist það ofta þau lenda í höndum skilningsríkra eigenda sem hafa gert þau upp eins og til dæmis þetta hús í Garðabæ eftir Manfred Vilhjálmsson. Og ég ætla nú eiginlega aðalega að nefna það að viðgerð á slíku húsi hún krefst annars konar fagþekkingar en til dæmis þekking á því að gefa verklagi við að gera gömul timburhús. Og ákvarðanataka verður að byggja á góðri þekkingu og byggingarlistasögu 20. aldar og þeim hugmyndafræðilega jarðvegi sem að arkitektur hússins er sprottin úr. Þar sem að öll smáatriði í efnis og lítavali skipta máli og þetta er eiginlega óklæður akur hjá okkur að vinna þessu. Og ég ætlaði bara að ljúka þessu með einu jákvæðu dæmi sem að er hérna viðgerðin á fyrrum áningarstað SFR á Slemmi, Laugavegi 107, sem að nú er orðin mathöll og það er svo gleðilegt að þrátt fyrir þá miklu breytingu sem var á nýtingu þess hús, þá var þess gætt að virða einmitt það sem ég er að tala sérstæð höfundareinkenni og skilning á byggingarlistinni sem bjó að baki þessar byggingu. Takk fyrir. Kæra þakkir. Næstur á dagskrá átti Þóra að vera, en því miður bara verðum að sleppa því erindi því það kom kaffihlé. Nema þessi samþykkt því að hann fái 8 mínútur og því við skerum það á kaffihlíinu. Eru mótatkvæði þeirri tillögu? Ok, komdu á Þór og þú voru að spýta í lófann. Þeir eru bæði, við áttum að fá 10 mínútur, þau eru bæði 12 mínútur. Þú veist, farið líka svona framar á fjárlögum. Ég spyr. Getur eftir líka sjálfar ef í tækninni. Byrja að tala með ég græja þetta. Já, ég ætla að tala mynd sem á birtast. Ég er að fjalla samtíma, það sem við kallum samtíma minjar og ég kalla þetta ungar minjar. Samtíma minjar njóta í sjálfu sér ekki sömu lagaverndar og aðra minjar og eru þess vegna sérstaklega í hættu og já, ekki myndin komið hérna upp. Það var skemmtilegt að sýna ykkur þessa mynd svona í byrjun. Þetta er
minnir mann svolítið á hvað umhverfið breytist fljótt. Þegar ég var strákur þá voru þessar herminjar allt í kringum hann, en þær eru bara að hverfa fyrir augunum á mann eiginlega. Áttu ykkur á þessari mynd? Þetta er tekið ofan á háskóla, Þjóðminjasafnið ekki komið, engin tré í kirkjugarðinum og hús Minjastofnunar stendur þarna og herbraggarnir þarna með hringbrautinni allri. En með þessar ungu minjar, við erum svolítið fókuserað á þessa 100 ára reglu og erum alltaf að fjalla minjar eldri en 100 ára, sem þýðir það að þessar yngri minjar verða þá útundan og það er þannig líka að þær eru oft ekki skráðar heldur í tengslu við skipulags og aðra slíka vinnu. Þessi mynd þarna, þetta var einn af þeim málum sem kom inn til mín sem minjavörður. Þessi byssa, það voru 2 á Riturfjalli fyrir vestan í Aðalvík og allt í einu önnur þeirra horfin. Hvernig menn setja svona stykki á bakið og lappa niður fjallið, skal ég ekki segja, en hún hvarf sem sagt og ekki vita meir hana. Og það er í sjálfu sér engin lög sem að vernda þessar minjar. Og það þýðir líka það að okkur skortir yfirsýn hvað við eigum eftir að þessu og við þurfum líka að minnast þess að það eru þetta fleira sem að ræður varðveislugildi minja heldur en bara aldur, eins og við þekkjum. Bara réttum, af því að ég er að tala um samtímaminjar, þetta er sami vandinn allar samtímaminjar, en ég ætla svolítið að fókusera bara á herminjarnar. Þetta er engin smá áhrif og engin smá uppbygging sem átti sér stað hér í stríðinu. Þetta voru 50.000 manns, hermenn, sem voru hér á árunum 1940–45 og þetta geysileg umsvif náttúrulega. Þarna sjáum við þessi mynd af Skólavörðuholtinu, einn kampurinn. Á sama tíma og það voru Íslendingar töldu 126.000. En sjáum við hvers slags bara áhrif þetta hefur haft og hlutfall hermanna í landinu á þessum tíma af öllu fólki í landinu. 80% bandaríkjamanna hélt til á suðvesturhorninu en herinn dreifðist auðvitað vítt og breitt um landið. Eitt af þeim málum sem kom inn var út af deiliskipulagi í Urriðaholti, bara svona ég ætla að nefna þetta svona sem dæmi slík mál. Garðbæingar hafa staðið sig mjög vel í minjamálum, ég vil bara segja það. En í þessu tilfelli að þá þarna kampur, eða var, réttara sagt, gamall, og í skipulagsgreinargerðinni segir það ekkert varðveislugildi með þessu. Þetta hefur ekkert varðveislugildi og var í rauninni afgreitt þannig. Og ég held að þetta sé mjög dæmigert fyrir þessar minjar. Þær eru afgreittar dálítið hratt og snöðumannlega. Hvaða úrræði höfum við? Jú, Minjastofnun gæti tekið sér til og friðlýst svona svæði, en maður myndi vilja kannski að sveitarfélögin myndu sýna aðeins meiri ábyrgð og þau gætu þá hverfisverndað, sett hverfisvernd á svona svæði. Flinkur hönnuður hefðu þetta getað tekið svona svæði útbúið sem grænt svæði inn í einhver hverfi eins og Urriðaholti og gert þetta skiljanlegt og skemmtilegt. Og þetta eru möguleikar fyrir flinka arkitekta að taka þessar minjar með einhverjum hætti inn í sína vinnu. Og maður stendur eftir með þá spurningu, er það í rauninni bara tilviljun ein sem að ræður því hvað varðveitist af þessu, meðan við erum að bíða eftir því að þetta verði friðað með orðið 100 ára og þar með friðað. Þannig að við höfum Minjastofnun friðlýst nokkrar svona minjar, af þessu tagi, herminjar. Ein svona flugvél liggur á botni Skerjafjarðar, hún er friðlýst, og flugturnin og Reykjavíkurflugvelli var friðlýstur, núna síðast ljóskastarahúsið. Þannig að það er úrræði sem hefur verið beitt, en hins vegar þurfum við að gera betur. Ég vil líka nefna það sem að vel hefur verið gert og það er nefna bara hérna Stríðsminjasafnið á Reyðarfirði
og svona fínt kort sem að sýnir hvar þessar minjar dreifast í bænum. Þannig og áhuginn er auðvitað mikill og er fyrir hendi. En hvað getum við gert til þess að bæta stöðu þessa minjaflokks? Ég veit ekki hversu margir hafa drukkið kaffi í Kaffi Tjörn. Þetta er í störbúið skotfærabyrgi, stóð við Tryggvargötu. Sko það sem við myndum ekki endilega vilja er að í hvert skipti þyrfti að friðlýsa allar þessar minjar. Við þyrftum að eiga aðrar lausnir sem að væru þá þær að þessar minjar getur bara notið friðunar og á sömu verndar forsendum og aðrar friðarminjar, 100 ára friðarminjar. Þannig og þetta kallar auðvitað bara á lagabreytingar, þannig að ég held að við þurfum að hugsa vel þennan minjaflokk næst við förum í lagabreytingar. Er ástæða til að friða sérstaklega skilgreina einhverja flokka sem að væri hægt að friða bara sérstaklega ef við miðum við 100 ára regluna og friðum svo sérstaklega einhverja aðra flokka eða jafnvel ártal og svo að friða þá líka sérstaklega. Eða svo gæti það líka verið kannski kostur að minjastofnun gæti bara einfaldlega friðað minjar í stað þess að þurfa að fara í friðlýsingaferil í hvert skipti sem að við viljum vernda eitthvað þessu tagi, því það er í raun ráðherra sem friðlýsir. Þannig og annað sem við þurfum kannski að huga að er að við þurfum að taka saman bara fyrirliggjandi gögn, hvað eigum við til í landinu þetta, og við höfum lagt svolítið í það hafa verið veittir styrkir og fornleifasjóði til að skrá sérstaklega herminjar og líka á húsafriðunarsjóði. Þannig að eitthvað er það sem við eigum eftir og best varðveita braggahverfið er þarna upp í Hvalfirði. Það er Hvalur HF sem hefur náð að bjarga því, en það eru nokkur svona svæði sem er ástæða til að passa sérstaklega upp á því. Núna, bara þessa stundina, er eitt mál á mínu borði sem minjavörður á Reykjanesi og það er Patterson-flugvöllur. Ég veit ekki hvort að þið þekkið þetta eða hafið ekki komið þarna og hvetja ykkur til að fara þarna og skoða þetta. Þetta er dálítil upplifun. Patterson-flugvöllur er sem sagt, þið sjáum mótan fyrir honum hérna. Hann liggur sem sagt, hann er hér og er með þessi byrgi hérna. Sjáu þessi byrgi, hvernig hann liggur hérna og þessi skotfærageymslur meðfram brautinni. Patterson-flugvöllur var byggður í stríðinu. Það var eldri en Míksvöllur sem er Keflavíkurflugvöllur í dag. Og nú vilja menn fara að taka til, sem að þýðir það að það þarf að rífa niður öll byrgin. Og mér skilst að kosti einhverjar 30 milljónir að rífa hvert byrgi. Og þau eru bara með þessari braut einhver 13-14 stykki. Og maður spyr, væri ekki hægt að gera eitthvað skemmtilegt þarna? Væri ekki möguleiki að nýta þetta með einhverjum hætti? Er hægt að taka þetta inn í eitthvert skipulag á Reykjanesinu? Og af því að þetta er náttúrulega bara einn best varðveitti herminjastöð landsins. Og þá er ég nú búinn að fá nótu hér frá stjórnanda og læt þetta duga. Takk. Æra þakkir Þór, er þetta ekki upplagt í laser tag? Elskurnar mína, þið hafið núna 4 mínútur til að standa upp, fara á salernið og fá okkur kaffi til við byrjum klukkan 10. Gjörðu svo vel og drífa sig. Tveir og tveir saman á klói til að klukkan byrja. Verið velkomin aftur. Það er svo spennandi erindina framöndan að þið vil ekki missa einu einasta orði. Og það er hann Halldór Björnsson og hann er bara mjög sáttur við það að ég sé þegar búin að skera á hann 4 mínútur. Það segir 5, það er notað 5 Halldór. Komdu hérna upp og verður bara tilbúin. Og ég bið ykkur að drífa ykkur í sætin, allir búin að setja upp þvagleggina. Ok, frábært, þá byrjum við, gjörðu svo vel. Svo sendi ég það með.
Góðan daginn og takk fyrir kærlega fyrir að bjóða mér að vera hérna. Ég er svo hrættur við þennan skelega fundarstjóra. Ég ætla að kveika hérna að telja hérna hjá mér, sko. Svona. Glæsilegt. Já, ég ætla að ræða loftslagsbreytingar og áhrif þeirra. Þetta er reyndar efni sem ég ræði úr skýrslu sem heitir Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi, sem er skýrsla sem kom út fyrir árið síðan. Og nákvæmlega það efni sem ég ætla að ræða í meiri smáatriði með náttúruvá. Þetta var svona okkar samkomulag að ég myndi taka þennan fókus, þannig að má taka marga þræði úr þessari skýrslu sem er nokkuð stór, og kannski ekki neitt óviðráðanlega. En hún er aðgengileg á Veðurstofunnar, ef þið farið á Veðurstofunnar og smellið að flýta hann loftslag, þá ratið inn á hana. En ég ætla að ræða aðalega náttúruvá og áhrif loftslagsbreytinga á náttúruvá á Íslandi, þau verða umtalsverð. Í stuttu máli, og þetta er regla sem ég lærði einu svona kennara sem var að vísu frekar slæmur, en hann sagði að besta leiðin til að kenna væri, og þetta er á ensku, ég biðst afsökunar, leyfi fundarstjóra, first you tell them what you're gonna tell them, then you tell them what you told them. Þannig að ég ætla að byrja á að segja ykkur hvað ég ætla að segja ykkur og svo ætla ég að fara yfir það. Svo sjáum við hvort að ég næ lokaorðum á þarna tíma rennur út. En stuttumáli þá eykst flóðahætta vegna úrkomubreytinga og sjávarstöðuhækkunar. Það er aukin hætta á skriðuföllum á svæðum þar sem sífreyri bráðnar og þar sem jöklabreytingar geta valdið skriðuföllum. Það er aukin kvikuframleiðsla sem getur leitt til fleiri eða stærri eldgosa. Það er tiltölulega ný vá hjá okkur sem er gróður og skógareldar. Og svo er svona skipulagsatriði í lokin að það skapast hætta, viðbrögð við svona vá er langt eðlilegast að skipuleggja í samhengi við aðra vástýringu, þar sem við þurfum ekki að finna upp hjólið til þess að glíma við þetta. Ég ætla að fara um þennan lista í öðru röð og byrja á gróðureldunum. Gróðureldar svona stórfelldi gróðureldar eru tiltölulega ný vá hjá okkur. Við munum kannski eftir að það komu sinubrunnar við og við áður þeir sem svona fóru úr böndunum. En stórfellt kjarr eða skógurbrenni er eitthvað sem er tiltölulega nýtt hjá okkur, einfaldlega því við höfum ekki haft svo mikið af skógi. En það eru ýmsar breytingar sem eiga sér stað. Það er minnkandi snjóhula að vori, gerir það að verkum að það er meiri brunahætta á vorin núna en var áður. Vorin er oft þurrasti tíminn og það eykst þar. Svo er annað atriði sem skiptir máli hér og það er að aukin frístundabyggð í skóglendi. Hún eykur hættu á tjóni og þetta er aldrei villandi orðalag frístundabyggð í skóglendi því yfirleitt kemur frístundabyggðin fyrst og skóglendi svo. Það er að segja það sem menn gera að menn kaupa sér einhvers staðar sumarbústað og það fyrsta sem maður gerir að maður fyrir að rækta og ég þekki þetta mjög vel þegar ég gerði það sjálfur. Og þá endar þá 20-25 árum á því að þarna verður mjög mikil vöxtur í kringum trén og það er meiri sjálfinn sérstök heimasíða sem heitir gróðuraldar.is sem er heldur þessu vandamáli og hvernig menn geta raunlega skorið og klippt tré í burtu kringum húsinn. Og það er mikilvægt að muna að þetta er ekki tryggt af náttúruhamfaratryggingu. Þess að viðlega tryggingar tryggja ekki skógareldar. Eldgos, þetta fær dálítið mikla athygli, sérstaklega í erlendum fjölmiðlum að þegar loftslagsbreytingar, þegar jöklar bráðna þá verður miklu meira eldgosum og menn hafa tapað sér dálítið í þessu því að flestir jöklar í heiminum eru ekki á eldvirkum svæðum en á svæðum eins og Íslandi eru þau það vissulega og hér á landi þá er svo farglétting sem að stafar af jöklabráðnun, hún einfaldlega eykur framleiðslu kviku ofan í jörðinni. Kvika er þar í ákveðnu ástandi sem er þá ræðst af þrýstingi og hita og ef menn létta af þrýstingnum þá verður meira af þessum vökva sem síðan getur komist upp á yfirborðið. Vökvinn er það sem myndir kalla hraun. Og mat á þessari bráðnun er nú svona 0,014 til 0,23, ég veit ekki hvað takið eftir, þetta er meir en 10 stærðargráður, en þetta er tíföldun. Og ef fjórðungur hámarksins næði upp á yfirborðið þá samsvarar það Eyjafjallajökulsgos á 7 ára fresti. Það er hins vegar ómögulegt að segja hvort það gerist eitthvað sem langan tíma taka að koma fram en þetta getur aukið líkur á stærri gosum eða tíðari gos. Það benda samt á að þessi mynd hérna, hún er frá
býttu nú við, ég get ekki sett ljósa, jú þessi. Hún hérna frá Holuhrauninu, Holuhraunsgosinu. Holuhraunsgosið tæmir svona merki mjög hratt, sko. Holuhraunsgosið var stærsta eldgos, þess að ef menn taka magn af hrauni sem kom á tíma, þá þetta var langstærsta á jörðinni í marga áratugi. Og við tókum alla eftir því. Þetta hefði verið nóg í stegarfundum fyrir Bandaríkjamenn til að fylla Manhattan-eyju upp á 50 hæð. Og það gerist á 6 mánuði. Og svo einhverjir snillingar að stinga upp á því rauðakar við kjarnorkusprengjur þetta niður til þess að stoppa gosið. Og svo losunin hér var eins og nokkrar kjarnorkusprengjur á mínútu. Þannig að það hefði ekki dugað neitt, þetta er bara aukin mengunarvandann sem var ærinn. En það er ekki, þetta er í raun og veru ekki áhættasamt sem að maður, hvað var loftslagsbreytingar, þá auðvitað gerir þetta eldgos skeinuhættar en þetta er kannski ekki slíkt að það sé ástæða til að tappa sér yfir því. Nú, þá komum við að skriðuföllum. Á Íslandi þá hagar svo að það er hérna á nokkuð mörgum stöðum skriðuföll, eða sífreri í hæðum sem að snúa til norðurs. Og það er vandamál því að þegar hlýnar þá losnar þetta og við vitum nokkrar skriður sem að hafa líklega orðið á þessum sökum og önnur tegund skriðuhættu sem stafar loftslagsbreytingum þegar jöklar hopa þá eru oft hlíðarnar sem að þeir áður studdu við, þær eru óstöðugar og þá geta orðið skriðhöll og dæmi það eru Mosfellsjökull og Steinholtsjökull nýlega. Það er hætta á flóðbylgjum ef skriður falla í Jaðarlón eins og gerðist fyrir þó nokkuð löngu síðan í Steinholtsjökli, alveg massív flóðbylgja sem kom úr því. Og svo má ekki gleyma því að sko hefðbundnar skriður eins og í Hítardalnum daginn eða í fyrra geta líka fallið og eru reyndar alveg mögnum fyrirbæri en koma ekki loftslagsbreytingum í sjálfu sér við. Nú, daginn sem við gáum út þessa skýrslu var gefin út minnisblað frá Veðurstofunni Svínafellsjökul og það er að mynda sprunga og það er svona klassískt dæmi við erum frekar hrædd við þetta af því að þetta getur fallið ofan á jökul, gosið í Jaðarlón. Þetta er hótel þarna fyrir framann, það koma allavega 5.000 farsímar inn á svæðið á hverjum degi, þannig að þetta er ekki gott svæði fyrir skriðuföll. Óveður og tjón, maður heyrir mjög oft talað að óveður muni minnka vegna loftslagsbreytinga. Það er í sjálfu sér, það eru áratuga sveiflur í óveðrum hér og það er engin marktæk aukning í þeim og líka reikningar gefa mjög misvísandi niðurstöður. Þannig að það er raun og veru ekkert hægt að fullyrða að tíðni óveðra muni aukast eða tíðni óveðra muni minnka. Hins vegar má benda á hvað óveður varðar, það er þessi mynd hérna til hliðar, að áhættustýring vegna óveðra getur dregið mjög mikið úr manntjóni. Þessi mynd hérna, hún sýnir fjölda óveðra samkvæmt ákveðinni skilgreiningu frá 1950 til 2020. Þessi mynd hérna hins vegar sýnir dánartíðni eða fjölda þess sem létust á sjó frá upphafi 20. aldar og myndirnar eru svona saman, þessi mynd hún nær svona yfir þetta hérna tímabil, síðar hlutan. En takk eftir því á upphafi 20. aldar þá var þessi þjóð sem þá var miklu minni tilbúin að fórna ca. 80 manns á ári fyrir sjósókn. Og það raun og veru sem þurfti var einfaldlega að huga að öryggismálum, það var bætt veðurspá augljóslega, bætt skip og síðan öryggismál á sjó og þá féll dánartíðnin algjörlega og nú er það svo komið að okkur þykir það fréttnæmt ef einhver ferst á sjó. Það koma á það sem enginn deyr. Þannig að skipuleg áhættustýring getur dregið mjög mikið úr öllu tjóni. Og það er sama gildir þá það tjón sem eða það þá vá sem stafar af loftslagsbreytingum og sérstaklega óveðra vá. Eitt sem við sjáum þó er, við finnst afturknáður þessari mynd sem er frekar leiðileg en það er langt líklegast að úrkomu ákefð aukist. Það er svona vægar vísbendingum að þetta sé þegar að gerast, en með úrkomu ákefð eigum við einfaldlega við að þegar að rignir þá hellirigningin verður verri. Það er ekkert endilega, það er líklegt að það muni aukast rigning í heildina, 23%. Það er líka líklegt að dögum sem eru þurrir muni fjölga á sömu stöðum og það var náttúrulega augljósa niðurstaða að þegar regnir annað borð þá verður að regna meira. Og það eru líkur til þess að það gerist og ýmis rök sem hníga því og þetta er síðan áhyggjuefni fyrir þá sem eru að huga að fráveitum og það vill svo til að þegar maður er að vinna skýrslur eins og loftslagsbreytingaskýrsluna þá þarf maður að tala við mjög margar stofnanir og flestir vilja ekkert af loftslagsbreytingum vita
en þeir sem eru í fráveitugeiranum, þeir vilja tala við mann mjög mikið því að það vill enginn taka tillit til þess sem að stafar, þess sem þeir fást við. Menn hugsa bara með þess að því ég er búinn að sturta niður, þá er það farið, sko. En tilfellið er að fráveitukerfi eru mjög oft eitthvað sem var hannað á hluta síðustu aldar og þarf að endurhanna. Menn eru kannski að byggja háhýsi og dælum á sama kerfið og fleira. Þannig að það er raun og veru stefnir í ákveðin vandræði ef að síðan þarf að aukast úrkoman og kerfið þarf að geta ráðið við einhverja púlsa sem það réð ekki við áður. Nú síðan er annað að stafar á sama að mikil aftaka úrkoma getur síðan valdið verri flóðum og við höfum séð það á síðustu árum. Varandi flóð í ám þá kemur í ljós að þau koma nú mjög oft í sambland af annars vegar úrkomu og leysingum og svo hins vegar bara vegna leysinga bara. Skýrsla sem við gáum út fyrir 10 ára síðan benti á að þegar það hlýnar þá færast þau svæði sem áður bjuggu til vorflóði eru að verða flóð sem geta búið til flóða vetrartíð. Einfaldlega af því að þiðnun í hláku getur náð þá hærra upp. Og annar flokkur flóða eru smávirkjanir og það er alveg furðulegt hvað hjón frá uppstöðunum þeirra eru algeng, stafar þetta mikið af því að flesta smávirkjanir sem við erum að skoða voru byggðar til mjög löngu síðan áður en það voru farnir að gera almennilega kröfur á þessu. Og svo eins og ég segi það hætta á flóðum vegna skriðufalla í Jaðarlón sem ég er búinn að minnast á áður og vegna eldgoss undir jökli eins og við höfum nú séð í til dæmis Gjálpargosinu. Nú, sjávarborðshækkun, og það var kannski ástæða að sé að fengja að tala um náttúruvá og sjávarborðshækkun, hún getur líka valdið vandræði fyrir menn hér víða. IPCC, milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna, gerir ráð fyrir að hækki alltaf meter á þessari öld. Það vill svo til að þessi hækkun dreifist ekki jafnt jörðina. Hér er mynd sem á að reyna að sýna það með 61 cm hækkun reiknað út þar sem að megnið af merkjunni kemur annars vegar frá bráðnum Grænlands og hins vegar frá bráðnum Vestur-Antarktíku eða suðurskauts landsins, vesturhluta þess. Græna línan er 60 cm línan. Svæðin sem eru innan grænu línunnar þar hækkar sjávarstaðan meira, svæðin utar þar hækkar hún minna. Og ástæða þess er dálítið skondin, það vill svo til að þegar stóru jökulhvelum bráðnar, þá gjörbreyta þau þyngdarsviðinu á Atlantshafi, eða í nánd við sig, sama gerist þetta í suðurlögum fyrir Antarktíku. Þessi breyting, hún dregur úr sjávaryfirborðshækkun næst jökulhvelunum, en náttúrulega eykur hana annars því að vatnið þarf að fara eitthvað. Og afleiðing þessa, þau kalla fingrafar jöklabráðnunar, og höfstu sem svo að ef við höfum eitthvað land og sjó hérna við hliðina á því, svo setjum við jökul ofan á það, þá tósar jökullina því að bæta við massa. Þyngdarlögmál Newton segir að massi tósar í massa, þannig að þá hækkar maður sjávarstöðuna næst landinu, næst jöklinum, við það að jökullin er þarna. Svo yfirleitt leitar þetta jafnvægi, þetta er ekki stöðugt ástand og kvikaflæði burt og þetta leitar einhverju jafnvægi, það eru landsig og þetta næst svona sama þyngdarsviðs ástandu og var áður. En ef maður tekur síðan jökulinn, þá fellur sjávarstaðan næst og svo leitar þetta að lokum jafnvægi aftur og kerfið verður eins og var fyrr. En þessi jafnvægisleit tekur mörg þúsund ár, getur tekið 20.000 ára og reyndar sjálf sem næst aldrei fullkomið jafnvægi, meðan jökullinn getur komið og farið á miklu hraðari tíma. Þannig að hjá okkur er málið það að Grænlandsjökull, þegar hann bráðnar, þá fellur sjávarstaðan næst Grænlandsjökli og þau áhrif þau teygja sig til Íslands. Niðurstaðan er sú að ég ætla aðeins að bara hoppa í þetta strax. Niðurstaðan er sú að sjávarstöðuhækkunin við Ísland verður aðeins minni en hún yrði ella, einfaldlega vegna þess að þegar jökulhvelið á Grænlandi bráðnar, þá hefur það áhrif til að draga úr sjávarstöðuhækkun hér. Eins og stendur sem sé jökulhvelið á Grænlandi að viðhalda aðeins hærri sjávarstöðu en það væri ella. Annað atriði sem jöklar gera er að þegar við hopa, þá veldur það landrisi. Og hér við land er mjög mikið landris víða. Það er mest við suðurströndina. Það deyr út svona einhvers staðar við Vogsósa. Það er komið landsig síðan stóran hluta Vesturlandsins. Norðurlandi er þetta svona í báðar áttir og Austurlandi er tiltölulega stöðugt. Þannig að myndin hér er dálítið mikið í allar áttir eftir hvað maður er að skoða. Og við reiknum þetta út í þess að nefnda nú ástæðan að fara yfir smáatriðin, ég ætla bara að hoppa í niðurstöður hennar. Niðurstaðan, að
þegar maður tekur alla þessar útreikningar sem hafa verið gerðir á sjávarstöðubreytingum, leiðrétti það fyrir okkar sérstöku aðstæður, þá væri niðurstaðan sú að hnattræn hækkun við Ísland, hún verður svona 30–40, þessar hækkunir í Ísland verður cirka 30–40% hnattrænna hækkun. Að því gefnu að Suðurskautslandið og Grænland bráðni álíka hratt. Og það er bara forsenda sem maður þarf að gefa sér. Við vitum ekki raun og veru hvort það er rétt, þannig að það er óvissu þáttur í þessu. En mesta, segjum bara, einfaldast reynd að hugsta bara að segja 1 metr sjávarstöðuhækkun, þá er það talað 30 cm hér, 40 cm hér. Við suðausturströndina eru hins vegar áhrif bráðna íslenskra jökla, hafa áhrif á sjávarstöðu þar, þannig að hækkunin verður ekki jafn mikil. Það er síðan það svæði sem er að rísa hraðast. Þannig að þegar maður tekur saman landrisið og landsíið og þessa hérna mynd, og gefur þér einhverja forsendur, segjum að það hækki sjávarstaða hnattrænt 1 metr. Og maður tekur landsíið eða landrisið á ólíkum svæðum, til dæmis Suðausturland, þar sem að landrís verður 100 cm til 200 cm, tekur það saman við það að þarna mun einungis koma fram 20–30% af hnattrænni hækkun. Maður tekur það saman, þá fær maður út að það er ekki nokkur leið að sjávarstaða hækki við suðausturströndina. Hún mun falla. Þannig að til dæmis í Höfn í Hornafirði mun sjávarstaða falla einhvers staðar á bilinu 70 cm til 1 vanlur metr. Þetta hins vegar ekki það sama hvað sem er á landinu. Ef maður tekur til dæmis Suðvesturland, þar er land að síga svona 20 cm. Þar fáum við ca. 30–35% af hnattrænni sjávarstöðuhækkun. Og í tilvikinu hnattrænni hækkun 100 cm myndi þá sjávarstaða hjá okkur hækka 40–54 cm. Nú, þetta hefur áhrif síðan á aftakaflóð. Það er að segja, það kann að vera þetta hljóma ekkert mikið, 50 cm sjávarborðshækkun er ekki svo mikið, þetta er ekkert mikið meira en hefur verið á síðustu kannski 100 árum eða svo. En tilfellið er að það er ekkert svo mikið munur, sem flóðamunurinn á flóði sem við kallum 100 ára flóð, það er að segja flóð sem er 1% líkur á að gerast á hverju ári. Munurinn á því og flóði sem hefur 10% líkur er minni, miklu minni en 50 cm. Hann er ekki nema eitthvað tæplega 18 cm. Þannig að það þarf ekki svo mikla sjávarstöðuhækkun til þess að það flóð sem gerist eðlilega á 100 ára fresti fari að gerast á 10 ára fresti. Og það er heilmikil breyting á áhættunni. Og svo aukast var náttúrulega að hafa í huga, hér hef ég ekki alveg tekið fram alla þá áhættu sem að stafar af því að Suðurskautslandið gæti bráðna meira en Grænlandsjökull, þannig að maður þarf að setja ákveðnar varúðarreglur á þetta líka. Nú þá er ég nokkurn veginn að vera búinn með þetta, að loftslagsbreytingar, við erum komið sem sagt í kaflan þar sem ég segi hvað ég sagði ykkur, og loftslagsbreytingar þar auka sumar tegundir náttúruvár. Það er hægt að draga mjög úr tjóni með því að vinna skipulega í þessu og stýra áhættunni og við höfum þó nokkuð mikla reynslu af því hér á landi. En það skiptir líka máli að greina hættuna fyrir hverja tegund, samfélagslega hagsmuni og setja svo einhver viðmiðunarmörkum ásættanlega áhættu. Því það er ekki þannig að við getum komið í veg fyrir allt. Við þurfum að ákveða suma hluti segjum við ok, þetta er áhættan sem við ætlum að sætta okkur við. Fyrir snjóflóð til dæmis, þá er áhættan skilgreind sem ákveðin tala, að dánalíkur 10 ára barns fari ekki yfir ákveðna tölu. Það er sama tala og miðuð við, einfaldlega svona líkur á menn farist í umferðarslýsi eða öðrum slysförum. Það þykir ekki áhætt til að draga úr snjóflóða áhættu umfram aðra áhættu, einfaldlega því það væri sennilega þá betur peningunum varið í bætt umferðaröryggi þegar maður er komið niður í þessa áhættu. Og sama gildir þetta, við þurfum að finna hvað er ásækkanlega áhætta fyrir ólíka flokka og síðan stýra áhættunni samhengi við það. Nú, og þetta er síðan ein aðferð að fyrirbæri sem kallað aðlögunar loftslagsbreytingum. Tilfelli er að loftslagsbreytingar eru að eiga sér stað. Við munum þurfa að draga úr þeim með að draga úr losun. Við munum líka þurfa að bregðast við þeim afleiðingum sem eru óumflýjanlegar með því að aðlagast þeim. Og þá held ég að ég hætti nú með þetta. Ég get endað hér á ábendingum nefndarinnar sem voru einfaldlega áhrifin eru þegar umtalsverð. Upplýsingar eru mjög oft brotakenndar og það þarf að bæta við vöktun. Efnahagslega áhrif loftslagsbreytinga hafa mjög lítið verið rannsökuð, en það má gera bæði ráð fyrir beinum og óbeinum. Og aðlögun verður ekki umflúin og ólíkt nágrannaþjóðum þá hafa Íslendingar ekki unnið neitt skipulega því að meta aðlögunarþörfina hér á landi. Þá bara þakka yfir fyrir. Þú er að tala í
Nú, þú sagði 20. Ég bara tek á móti spurningum þá, eða ekki? Nei, tökum það á eftir. Já, það var bara... Á ég vona á einu frá Minjastofnun sem mun tala í 12 þóttin hann bara fengið 10. Þannig að þetta þakka ég kærlega fyrir, ég er mjög ánægð með þig. Klappi aftur fyrir honum. Mér finnst þetta svo frábært. Fyrst sko var ég áhyggjufull og svo samt hefði engin áhrif á Ísland, þannig ég segi ég get bara slakað á. Svo fengum við aftur áhyggjur, það er ekki rétt. Það er ekki allir í ángist hérna. Og það er réttur pönn sem er í ángist. Engin. Ok, það er Kristín Hult og Þóra Ellen. Gjörðu svo vel. Þetta er ekki fyrsta hlæða. Nú, það er eitthvað byggi. Já, það er byrjið. Ég byrjuði að Þú tímafækka byrjuði. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, komið sæl, ég er Guðmundur Stefán og er minjaverður á Norðurlandi vestra og er fornleifafræðingur mennt. Ég ætla aðeins að taka boltan áfram frá því sem að Halldór var að tala áhrif loftslagsbreytinga á náttúruvá og ræða við ykkur áhrif loftslagsbreytinga á menningarminjar. Eins og framkom í erindi Halldórs þá er loftslagsbreytingar margvísleg áhrif á landið okkar. Þetta er ekki bara spurning breytingar á veðri, hitastigi og úrkomu, heldur hafa þessar breytingar með ýmsum hætti áhrif á sjálft landslægið og hvernig það mótast. Órjúfanlegur hluti af þessu landslægi er það sem við köllum menningarlandslag, þar sem spor genginna kynslóða í formi margvíslegra mannvistarleifa ofan jarðar og neðan. Tóftir gamalla bæja og útihúsa frá 20. öld og allt aftur á landnámsöld, öskuhaugar, beðasléttur, kartöflugarðar, standandi torfbyggingar og timburhús svo dæmi séu tekin. Þar að auki má nefna það sem kallað hefur verið óáþreifanlegur menningararfur sem tengist þjóðtrú, landnýtingu og ýmsu tagi og víða má sjá vísbendingar af örnefnum eins og álagabletti, þvottastæði, stöðla, þessi kílómjólkar og svo framvegis. Ég ætla svo sem ekki að fara mikið út í þá sálma en einbeita mig frekar að þessum áþreifanlegu minjum, áþreifanlegu eða físísku minjum. Í samhengi menningarminja má skipta áhættu á náttúruvöldum í tvennt, annars vegar hamfarir sem hafa augljós eyðileggjandi áhrif og Halldór og þeir eru búin að fara í gegnum áhrif loftslagsbreytinga á náttúruvá eins og ég sagði og það er óþarfi að endurtaka það. Það er augljóst hver áhrifin geta verið á mannvirki og fornleifar, það er að ræða eldgos, skriðuföll og hamfaraflóð. Hin áhrifin mætti segja að vera öllu sakleysislegri eða minnst okkar stuði fyrstu sín. Það er svona ýmsir hægfara ferlar, áhrif gróðurs og dýralífs, veðurálag, viðvarandi vind og vatnsrof, skemmdir vegna frosts og þíðu og svo framvegis. Nú það er eðlilegt að upp komi svo spurning af hverju loftslagsbreytingar ætti að bæta einhverju við þetta. Íslendingar hafa allar aldir frá því að land byggðist búið við erfið veðurskilyrði og tíðar náttúruhamfarir og það hefur að sjálfsögðu alltaf haft áhrif á minjar, standandi byggingar og mannvirki. En jú, áhrif þeirra loftslagsbreytinga sem við erum þegar farin að upplifa og spár gera ráð fyrir í framtíðinni eru veruleg og það er full ástæða til að taka tillit til þeirra þegar hugað er að minjavernd til framtíðar. Auk breytinga á náttúruvá gera ráð fyrir auknum vaxtartíma gróðurs af ýmsu tagi, bættum skilyrðum fyrir örverur og skordýr og aukinni útbreiðslu margra tegunda alls þessa. Þetta er ekki alls kostar neikvæð þróun og það er almennt litið frekar jákvæðum augum að gróður færist í vöxt og uppgræðsla manna á náttúruvöldum eigi hægara uppdráttar þótt fæstir séu líklega eins jákvæðir fyrir aukinni skordýraflóru og útbreiðslu smákvíkinda. En fyrir minjaumhverfið er ýmislegt varhugavert í þessari þróun. Til vinstri má sjá veggjadillur og til hægri eru tveir húsbúkar. Að mér sýnist að leggja drög að enn fleiri húsbúkum. Þótt þetta hefur ekki verið mjög útbreitt vandamál á Íslandi má sjá á þessum kortum hérna hvað skráð tilfelli hafa komið upp. Veggjadillur hafa fundist á höfuðborgarsvæðinu, á Akranesi, Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði þótt vafalaust séu dæmin eitthvað fleiri en hér er sýnt. Húsbúkur hefur hingað til bara fundist á suðvesturhorninu en búast má við að báðar þessar tegundir mun eiga auðveldar uppdráttar í framtíðinni. Báðar tegundir eru til dæmis landlægar á stórum svæðum í Noregi og Svíþjóð og hafa verið að sækja þær í sveðrið. Og þar er einnig óttast að fleiri tegundir af sömu ættkvísl sunnar á álfunni muni nema land á komandi árum. En auk óvara af þessu tagi má nefna aukna hættu á rakaskemmdum og fúa samhliða aukinni úrkomu, svo ekki sé talað um bætt skilyrði fyrir myglu sem við hjá Minjastofnun þekkjum óþægilega vel. Skrifstofa Minjastofnunar er sem sagt í hálfgerðu lamasessi vegna myglu sem kom upp í kjallaranum. Það er ekki bara hús og uppistandandi mannvirki sem verða fyrir áhrifum loftslagsbreytinga, heldur hafa þessar breytingar einnig mögulega áhrif á jarðlegar minjar.
Varðveisla minja í jörðu líkt og annars staðar er að miklu leyti háð stöðugleika í raka, hitastigi og sýrustigi. Örverur sem brjóta niður lífrænt efni þurfa til þess súrefni og nægilega hátt hitastig. Þá ræður sýrustigi jarðvegi því hvort lífrænar leifar varðveitast eða basísk efni eins og bein og tennur. Yfirleitt verður þetta tvennt ekki saman. Það er of langt mál að fara nánar út í þetta en allt flögt á þessum þáttum hraðar verulega öllu niðurbroti. Einn ríkasti brunnur upplýsinga fortíðina sem fornleifafræðingar á Íslandi hafa aðgengi að eru bæjar og öskóhólar. Íslendingar byggðu úr torfi og grjóti frá upphafi byggðar og fram á 20. öld. Þessar byggingar þörfnuðu stöðugs viðhalds, veggir voru teknir niður og hlaðnir upp aftur, þök endurnýjuð og bætt við húsum eins og þarfir heimtu og hagur leiðir. Rusli var kastað í varpan eða húsabæki og við endurteknar athafnir í aldanna rás hafa víða hlaðist upp þykkir hólar sem geyma gríðarleg verðmæti. Byggingarsögu aldanna, neysluvenjur og listfengi þeirra sem þar byggu. Þetta hafa hingað til verið talin verðmæti vel varðveitt ef ekki verið fyrir hamfarir og framfarir. En jarðýtur og gröfur hafa nú verið hvað skeinahættastar þessum bæjarhólum. Sem dæmi það sem búast má við í bæjarhólum þá er hér mynd frá uppgröfti bæjarhóls í Vík í Víkurtorfi í Skagafirði. Þarna var grafin upp ómstofa eða baðstofa frá 14. til 18. öld ásamt fleiri mannvirkjum og þarna fundust talsvert magna vel varðveittum textílleifum, nokkra slitur úr skóm úr vaðmáli og fleira. Einnig mátti rekja þróun og byggingarsögu hússins eins og myndirnar í hægra horninu niðri sína. En hvíta línan þarna þvert yfir öll húsin sem þið sjáðu þarna. Eyðan í myndinni, þetta er gamall lagnarskurður heima á íbúðarhúsinu. Og svona eyður þarf náttúrulega bara að geta í og við vitum ekkert hvað og rífur oft í sundur samhengi og torveldar fornleifafræðingu vinnu sína. Nýlegar rannsóknir á áhrifum hlýnunar á bæjarhóla á Grænlandi og í Norður-Noregi varpa ljósi á að það er ekki gefið að varðveisluskilyrði haldist óbreytt aldur og ævi. Á Grænlandi eru menn í kappi við tímann að rannsaka bæjarhóla sem hafa legið í sífrera aldir en eru nú að þiðna og sumir að brotna í sjó. En þar sem sífrerans gætir hafa lífræn jafnt sem ólífræn efni varðveist í nær óaðfinnanlegu ástandi og geta því gefið upplýsingar sem ekki fást annars staðar. Þegar sífrerinn bráðnar, þorna hólarnir og súrefni nær til næringaríks jarðvegs og lífrænna leifa, sem veldur því að það hitnar í hólunum sem hraðar enn allri róttum. Það sem kom líka í ljós og snertur okkur á Íslandi við þessar rannsóknir er að í bæjarhólum þar sem gætti ekki sífrera bentu niðurstöður til þess að varðveisluskilyrði færu jafnframt hrakandi vegna aukinna sveiflna milli þurrka og raka. Og þetta er það sem Halldór var að tala um áðan, að það er meiri líkur í framtíðinni að það verði þurrkatímabil og svo ákafari rigningar þess á milli. En þegar jarðvegurinn þornar myndast sprungur sem hleypa súrefni dýpra niður og svo ferskvatni í kjölfarið þegar það rignar. Og þetta veldur augljóslega versnandi varðveisluskilyrðum í þessum hólum. Miðað við 3 gráðu hitaaukningu á 21. öld má gera ráð fyrir að 50% hröðun verða á þessum niðurbroti, samkvæmt þessum niðurstöðum þessari sérfræðingar sem hafa verið að rannsaka í ráðuneyti. Þetta er svolítið svona sláandi tölur fyrir okkur sem erum að vinna með menningararfina. Þessi bæjarhólar séu ekki eins stöðugur og við hefðum viljað halda. Hér er mynd af hrísheimum í Skaftártungu. Þetta... Nei. Ertu eitthvað að klára þessar? Nei, ég er aðeins klára þessu. Þetta er bæjarhóllinn hérna. Og svo hafa kull verið að koma hérna í ljós úr brotna hérna bakkanum í marga áratugi. Alveg frá því bara á 7. áratugnum. Ég held að þessi fundir hérna 5 kuml, hestkuml, barnsgröf og fleira. Og síðast var grafið hérna 2010 í kuml. Og það voru ýmis vandkvæði við það og ástæðan fyrir því var svo að grunnvatni virtist hafa hækkað þarna á þessu svæði og botn grafarnar var bara á floti sem hefur auðvitað ekki verið þegar gröfin var tekin. Og þetta gæti tengst því að það er aukinn framburðar á setlögum úr þessum vötnum, Skaftárni og vötnunum hann í kring. Þetta er nú við Hólmsá, veit ég, þessi staður. En það er vitað að eldhraunið er að þéttast og fyllast á seti og það hefur áhrif á grunnvatnsstöðuna þarna á stóru svæði. Þurrkar sums staðar upp en veldur annars staðar hækkun á grunnvatnsstöðuna.
Rétt í lokin, af því að nú Þóra Ellen næst í pontu að tala áhrif skógræktar, þá langar við að segja nokkur orð áhrif trjágróðurs á menningarminjar. Í fyrsta lagi langar við að taka fram að skógræktin hefur verið í góðu sambandi við Minjastofnun á undanförnum árum við áætlanagerð vegna skógræktar, þar sem minjar hafa verið skráðar á svæði umhverfis þær tekið undan þegar farið hefur verið í að planta. Skógrækt og minjavernd getur þannig vel átt góða samleið og hefur gert það á undanförnum árum, en aukinnar útbreiðslu náttúrulegs og manngerðs skóglendis getur engu að síður hæglega aukin útbreiðsla náttúrulegs og manngerðs skóglendis getur engu að síður hæglega haft margs konar áhrif á minjar og menningarlandslag. Með hlýnandi loftslagi er ljóst að vaxtartími plantna lengist og bætt skilyrði auka útbreiðslu náttúrulegs skóglendis og möguleika til skógræktar á nýjum svæðum eins og þessi mynd hérna frá Þórsmörk sýnir. Þarna er náttúrulegi birkskógurinn, þetta er mynd frá því 60-70 og svo sjáum við hvernig birkið hefur náð að breiða úr sér á síðustu áratugum, mynd frá 2013. Já, eins og Halldór nefndi þá fylgir þessu aukin hætta á gróðureldum sem valdi geta hættu í byggðum svæðum en í óbyggðum þar sem beitrálag hefur auki minnkað þá er allt í einu komin upp úr staða að minjar sem áður voru glöggt greinanlegar á yfirborði verður torvelt að finna. Það er því mikilvægt að freista þess að mæla minjar upp og skrá þær á slíkum svæðum áður að þær hverfa í gróður. Hitt ber sveitna að nefna að þar sem trjáplöntur skjóta rótum í minjar þar leiða þær raka niður í jarðveginn og hafa neikvæð áhrif á varðveisluskilyrði, auk þess að takmarka möguleika á að hægt sé að rannsaka minjar þar sem samhengi jarðlaga raskast. Það er því afar mikilvægt að skógræktar og minjayfirvöld gangi í takt og haldi áfram því góða samstarf sem verið hefur á síðustu árum. Hérna rétt í lokin, hérna er spálíkan frá skógræktinni sem að sýnir svona hvernig stór landsvæði verða allt í einu að kjörlendi, eða kannski ekki kjörlendi virki sem byggi á allt í einu möguleika á að breiða úr sér á svæðum sem áður voru eyðimörkur og engin von til þess að kjarna næði fótfestu. Og þetta á líka við marga eyðidali inn til landsins sem voru þéttbýl svæði hér áður en eru núna bara minjasvæði. Að þau eru mörg verið að hverfa í kjarn og víði. Þannig að það er svona tími fyrir okkur núna til þess að taka frá og reyna að skrá þessa staði og fá yfirleitt yfir þetta saman. Rétt í lokin af því við vorum að tala um að það þyrfti að bregðast við. Halldór nefndi það að það þyrfti að gera áætlanir og aðlagast þessum breytingum. Að þá eru Minjastofnun og systurstofnanir á Norðurlöndunum með verkefni í gangi sem heitir Adapt Northern Heritage og snýr að einmitt þessu að finna leiðir til þess að aðlaga menningararfinn og minjavörsluna að breyttu loftslagi. Bendi ykkur hérna á heimasíðuna og við erum svo með Facebook síðu og Twitter. Takk fyrir. Mér finnst það svo fróðlegt að 10 mínútur hjá starfsmönnum Minjastofnunar eru 12 mínútur. Það er bara það sem það er. Heyriði, ég er nefnilega sko alveg fyrir Vík í Mýrdal og mér finnst algjörlega tímabært að Mýrdalsandur sé friðað og farið til upprunalegs horfs, ég skil ekkert hvað er í gangi þar. Þetta er bara yfir í hvert einasta skipti sem ég kem okkar. Ég er nú ekki hérna tala um það hér, ég vona bara Þóra að þú gerir það. Aðeins. Gjörðu svo vel. Býtu, nei, hvað er í gangi það? Þetta er rétt, þetta Ó, þetta er svo ljót byrnaglega. Já. Svo óvenjulegt. Komið sæl og aftur fyrir að bjóða mér að koma. Já, ég er svolítið flókna glæður, ég vona að þetta virki allt, en sem sagt upphafið að þessum pælingum núna langtíma áhrif skógræktar, heyrið í mig? Já. Langtíma áhrif skógræktar á landslag og vistkerfi landsins. Þetta kom eiginlega upp fyrr á þessu ári þegar aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum var kynnt og líffræðingar fóru að ræða þetta sín á milli og þarna sjáið þið til vinstri, þarna eru nokkrir kaflar út þessari loftslagsáætlun, það er meðal annars fjallað um landgræðslu og þar er sem sagt aðgerðaáætlun fyrir endurheimt birkiskóga og víðikjars og aðgerðasvæði sem á að afmarka á grunni landslagsheildar. Síðan er líka þarna fyrir ofan, þar er skógrækt og það á að efla ný skógrækt til kolefnisbindingar. Þarna er frétt frá
frá Ríkisútvarpinu að það eigi til þrefalda nýskógrækt í landinu. Skógræktin sjálf hefur viljað fjórfalda skógræktina og þegar þetta var kynnt þá kom meðal annars í ljós að skógræktin hún ætlaði þarna í fyrstu 2019 að leggja áherslu á birki það ár en annars ætlaði þeir að leggja áherslu á fjölbreytt verkefni og nytjaskógrækt á bújörðum og skógrækt á löndum skógræktarinnar og landgræðslunnar. Og Pétur Halldórsson sem upplýsingafulltrúi skógræktarinnar, hann sem sagt nefnir að það sé mikilvægt að hugsa fleiri tegundir en birkið vegna þess að íslenska birkið bindi minna kolefni heldur en önnur tré og það til að ná loftslagsmarkmiðum og sömu bindingu á flatareiningu lands þá þurfum við að rækta jöfnlitegundir eins og alaskaösp, sitkagreni, stafafuru og lerki. Þetta varð okkur sumum líffræðingum dálítið umhugsunarefni. Hvað hefur svo skógræktin verið að rækta? Þeir leggja náttúrulega fyrst og fremst áherslu á barrtré. Hérna samantekt frá Sigríði Júlíu Brynleifsdóttur, þetta er bara úr ársritinu fyrir árið 2018. Og það eru annars vegar þjóðskógar. Þið sjáu hvað þeir eru þarna á kortinu. Þetta eru alls eitthvað ríflega 200.000 tré og birki og reyniviður samtals ríflega fjórðungur. En stafafura og alaskaösp eru þau tré sem mest er plantað. Síðan er hérna nytjaskógræktin á lögbýlum, það er miklu meira, það er nánast tífalt fleiri tré, það er bara 2 milljónir og þar telst mér til þarna úr töflunni þarna hægra megin að innlendu tegundirnar sem eru þó fyrst og fremst birki en líka reyniviður, gulviður og loðviður í litlu mæli, þetta séu tæp 14%, barrtrén er í kringum 3/4. Og þar er aftur mest plantað af stafafuru en síðan bæði lerki og sitkagreni. Og þá er ég komin að fyrstu glærunni og það sem ég var beðin að fjalla hér. Hvaða áhrif mun þetta hafa ef að skógræktin fjórfaldast nú á næstu áratugum? Hvaða áhrif mun þetta hafa á landslag og þar náttúrulega með tali líka menningarlandslag og líffræðilega fjölbreytni? Og hvers vegna er ég að spyrða þetta saman? Hvers vegna er ég að spyrða saman skógrækt, ágengar tegundir, líffræðilega fjölbreytni og sjónræna upplifun af landslagi? Og ég ætla að reyna að útskýra það hérna á þessum næstu glærum. Fyrst 2 skilgreiningar. Hvað er líffræðileg fjölbreytni? Líffræðileg fjölbreytni er í raun og veru uppsöfnuð fjölbreytni allra skipulagsstiga í lífríki jarðar, alveg frá sameindum og genum upp í einstaklinga og síðan upp í stofna, tegundir, ættkvíslir, ættir, ættbálka og svo framvegis og síðan samfélög og vistkerfi, landslagskvarða og síðan áfram í jörðina alla. Og eins og þið sjáum þarna, þá eru þarna hluti af líffræðilegu fjölbreytninni er okkur sýnilegur sem hluti af landslaginu. Tegundirnar, samfélög og vistkerfi, landslagskvarðin og síðan breytileiki á ennþá stærri kvarða. Hvað er ágeng tegund? Þetta er skilgreint í nýju náttúruverndarlögunum þannig að þetta sé framandi lífvera. Takið eftir því að innlenda tegundir þær geta ekki verið ágengar samkvæmt skilgreiningunni. Þetta er framandi lífvera sem veldur eða líklegt er að valdi rýrnun líffræðilegrar fjölbreytni. Og þetta er tekið þarna mjög líkt ensku þýðingunni an alien species whose introduction and or spread threaten biological diversity. Því hefur nefnilega stundum verið haldið fram hér á landi að þetta hugtak ágenga tegund sé eitthvað svona sérstakt áhugamál einhverja svona heittrúaðra náttúruverndarsinna
og þetta sé hugtak sem sé í besta falli mjög umdeilt á vísindalegu vettvangi. Og auðvitað það þannig að það eru einhverjir, rétt eins og í loftslagsmálunum, sem að draga gagnsemi þessa hugtaks í efa, en ég get samt alveg fullyrt að þeir eru í miklu minnihluta og almennt viðhorf í vísindaheiminum að ágengar innflutta-tegundir séu einn af þeim meginþáttum sem að ógna líffræðilegri fjölbreytni á jörðinni. Og bara þessu til staðfestingar þá má benda á að við Íslendingar erum aðilar að þó nokkrum fjölþjóðlegum og alþjóðlegum sáttmálum þar sem að kveðið mjög sterkt að orði varðandi annaðhvort bann við innflutningi og dreifingu innfluttra tegunda eða að minnsta kosti mjög ströng varúðarsjónarmið höfð uppi. Eins og til dæmis í Ríó-sáttmálanum líffræðilega fjölbreytni frá 1992, í Ramsar-samningnum votlendi, í Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, í Bernarsamningnum villtar plöntur og dýr og búsvæði þeirra, það samningur sem á bara við Evrópu, og síðan má líka nefna eins og til dæmis alþjóðasamning stjórnun og meðhöndlun á kjölfestuvatni skipa. Þannig að þetta almennt viðurkennd bók. En hvernig kemur þetta þá við líffræðilegri fjölbreytni? Sko það alltaf þannig að náttúruleg vistkerfi eru einhvers konar mósaík og ein skilgreining á vistfræði einmitt svo að það sé sú fræðigrein sem að rannsaka mynstur í náttúruna. Þetta eru ótal mörg mynstur og þau eru öll samofin, þau eru mismunandi stór í rúmi, þau eru mismunandi mikið kvik eða stöðu og víðast hvar á jörðinni, þar sem að land gróið, þá það plönturnar og gróðurfarið sem að ráða mestu þetta sýnilega mynstur og það það yfirborð sem að mótar ásýn landsins, mótar landslagi, liti, munstur, línur, bletti. Aðeins til að útskýra þetta betur, þá vildi ég nefna að þegar líffræðingar tala fjölbreytni, þá greina þeir það oftast niður á 3 ólíka kvarða í rúmi. Hérna ímynda ég mér að við séum sko með 3 samfélög, votlendi, mólendi og svo einhvers konar graslendi hérna uppi. Við erum búin að merkja það hérna og setja alfa þar inn í. Og síðan kemur beta og svo gamma fjölbreytni. Þannig að alfa fjölbreytnin, hún á við fjölbreytni innan samfélaga og þá oftast sem bara mætti einfalda leiðin til að mæla hana að telja tegundir. Beta fjölbreytnin hins vegar fjölbreytnin, það eiginlega munur á tegundasamsetningu milli búsvæða eða samfélaga. Það að segja ef það eru fáar tegundir samfélaga með votlendinu og mólendinu þá mikil beta fjölbreytni, ef það eru margar tegundir sameiginlega þá beta fjölbreytni lítil. Og síðan það gamma fjölbreytnin sem að nær yfir heildarfjölbreytnina á landslagskvarða. Og það hvernig áhrif til dæmis ágengra tegunda og skógræktar, það mjög misjafnt hvernig þessi áhrif eru tjáð eftir því hvort að við horfum á alfa, beta eða gamma fjölbreytnina. Það hafa verið gerðar nokkrar athuganir á áhrifum skógræktar á tegundaauki á Íslandi. Og hér til dæmis grein frá 2011 þar sem að Skógræktin og Náttúrufræðistofnun lögðu saman krafta sína í þessari rannsókn skógvist og báru saman fjölda tegunda í 5 hópum lífvera. Og þau voru með náttúrulega birkiskóg og síðan skógrækni, síberíulerki, stafafuru eða sitkagrini og síðan mólendi til samanburðar. Og það voru 2 mælireitur í mólendinu og í hvorum þeirra voru lagðir út
2 mæli teigar og 5 mæli reitir. Þannig að þetta í raun og veru samanburður á fjölda tegunda í sniði sem að 100 fermetrar. Og eins og þið sjáum hérna á þessu hérna, þetta eru mismunandi lífverahópar hérna og þeir sem ég ætla aðalega að vekja athygli á hérna þetta græna sem að eru ætplönturnar, það eru sem sagt blómplöntur og burknar til dæmis. Og þetta hérna mólendið, hér ungur skógur, þéttasti skógurinn og síðan elsti skógurinn og þið sjáuð að það ekki mikill munur á heildartegundafjölda í mólendinu og í unga skóginum. Það minnkar á svona virkasta tímabilinu og eykst aðeins aftur þegar skógurinn eldist og gisnar. En þetta öll sagan? Niðurstaðan þarna var að skógrækt hefði mjög lítil áhrif á tegundaauki. Það sem að ég held að við ættum miklu frekar að skoða, í raun og veru skiptir miklu meira máli, það eru það sem ég myndi kalla stórkvarða áhrif. Áhrif á mynstur, blettastærð og fjölbreytni bletta. Og þá erum við farin að tala áhrif á líffræðilega fjölbreytni, tegundaauki, það sem við getum kallað safnstofna, sem að eru þá staðbundnir stofnar lífvera, það sem eru margir stofnar á hverjum stað og það eitthvað genaflæði á milli stofnana, þannig að þetta þá kallaði svona safnstofnar og sömuleiðis á vistkerfisþjónustu. Og hvaða áhrif hefur þetta á stórum kvarða á hina sýnilegu þætti landslagsins? Tilsýndar hefur þetta áhrif á mósaíkina, þetta hefur áhrif á blettina, línur og form, liti, áferð, á það hvort að landslagið sýnist einsleitt eða fjölbreytt og þegar maður kominn inn í landið getur þetta haft áhrif á víðsýni og þar með á dýpt landslagsins. Þetta hefur áhrif á birtuna og líka á það hvernig maður skynjar breytileika á litlu kvarða. Og ég held að það sé tvennt sem að muni stuðla að svona víðtækum stórkvarðabreytingum á landslagi á næstu áratugum. Og það annars vegar nýskógrækt og hins vegar útbreiðsla ágengra plöntutegunda, sérstaklega lúpínu en hugsanlega annarra tegunda líka eins og til dæmis skógarkerfis. En þetta tengist vegna þess að það ýmislegt sem bendir til þess að sumar tegundir sem eru núna mikið notaðir í skógrækt hér á landi, að þær geti orðið ágengar og það eru þegar að koma fram vísbendingar það. Og við getum tekið þá tegund sem að mest plantað af núna síðust ári, það stafafura, sem að bandarísk að uppruna á meðal annars heimkynni í Yellowstone þjóðgarðinum. Henni hefur verið plantað þó nokkuð til skógræktar í Evrópu og líka á Suðurhveli og hún sem sagt núna flokkuð sem ágeng tegund í Argentínu, í Chile, í Ástralíu, á Nýja-Sjálandi, í Svíþjóð, á Írlandi og í Bretlandi. Og myndin þarna sýnir svona stafafuru breiðast út í graslendi í sunnanverðri Patagóníu og við vitum að hún breiðist út núna á Íslandi og með hlýnandi loftslagi þá munu skilyrði fyrir landnám og útbreiðslu batna. Hún almennt, stafafurinn álitin vera bara mjög ágeng tegund og sumum bókum hún kölluð ágengasta trjátegund veraldar. Og kannski til að enda þetta með því að sýna ykkur svona þetta sem ég að tala Ég er búin að taka hérna nokkur dæmi úr vistgerðaflokku Náttúrufræðistofnunar eins og hún sýnd í kortasjánu hjá stofnuninni og ég hérna fyrst með mynd úr Bárðardal og hérna Skjálfandafljót og ég tók hérna
reit hér, ég teka fram, ég hef ekki komið þarna, svo ég viti til þarna, akkurat þarna. En ég valdi þetta vegna þess að ég sýndist landslagið þarna vera svona sæmilega einsleitt allavega, en þarna sem sagt komin og að setja niður lúpínu. Og hér ég búin að stækka upp þessa mynd, þannig að ég hef komið með kassa sem um það til 2 km á kant, um það til 4 ferkílómetrar. Og öðrum megin sem sagt breiða af Alaska-lúpínu. Hinum megin á landi sem að ég held að sé mjög sambærilegt við það sem að lúpínan hefur farið yfir, að finna 16 vistgerðir. Þannig að þó svo að þegar við tækjum kannski teldum fjölda tegunda hérna inn í lúpínubreiðinu á einhverjum litlum kvarða og bærum það saman við beitt mólendi hérna fyrir utan, kannski myndum við fá niðurstöðu sem að segði að það væri ekki margt eitthvað munur á tegundaauki, en þegar maður horfir á það á stóra kvarðanum þá koma fram mjög greinileg áhrif. Og þetta ekki svo sem eina dæmi, hérna hægt að sjá sem sagt fleiri dæmi sem ég búin að taka þar sem að annars vegar lúpínubreiða og hins vegar mismikið manngerð og sumstaðar svona náttúruleg vistkerfi, og þið sjáu hvernig þessi náttúrulegu þau einkennast sem sagt af þessu fíngerða munstri á ólíkum kvarða. En þar sem að ágengategundir hafa komist inn og breiðst út, þá mynda þær stórar breiður þar sem að ein eða í besta falli mjög fáan tegundir eru ríkjandi. Og það í raun og veru svipað með skógræktina, hún sýnd hérna með dökkgrænum lit. Og þar líka yfirleitt verið að rækta eina eða fáar tegundir trjáa, og þar myndast líka mjög einsleit svæði. Og aftur þá misjafnt kannski hvaða tegundir í skógarbotninum, en þarna verið að búa til einsleit svæði í staðinn fyrir fjölbreytt náttúruleg svæði. Og ef við tökum þetta svo upp á ennþá stærri mælikvarða, þá verða þessi einsleitni áhrif ennþá meiri. Þetta kallast sem sagt homogenization á ensku. Og svo sem að gerast allstaðar í heiminum, það allstaðar verið að rækta sömu afbrigðin af hveiti sem tegund upprunnin í Miðausturlöndum, og það verið að rækta hana í Evrópu, í Norður-Ameríku, í Bandaríkjunum, Kanada, Argentínu, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Indlandi, og allstaðar hafa þessi sömu fáu afbrigði af einni tegund komið í staðinn fyrir miklu fjölbreyttari náttúrulega flóru, og það í raun og veru þetta sem við erum að gera hér, þó að við séum að gera það á miklu minni kvarða. Þannig að lokum þá það sem ekki bara ég og ýmsir aðrir líffræðingar höfum áhyggjur af, að það sé verið að búa til fábreytt og einsleitt vistkerfi í staðinn fyrir mun fjölbreyttari náttúruleg, og áhrifin svona ágengra tegunda og breiðumyndandi tegunda, einsleitra plantegra verður fyrst og fremst að skoða á landslagskvarðanum, vegna þess að það þar sem að mikilvægustu áhrifin koma fram. Og varðandi breytingar á landslagi, þá hafa þær sem sagt bara mjög lítið verið rannsakaðar hérlendis. Það þekkt erlendis að það hafa verið gerðar skoðanakannanir til að spyrja bæði heimafólk og ferðamenn hvernig þeir upplifa svona ólík vistkerfi, en það hefur ekki verið gert ennþá hér á landi. Og fyrir nú utan það sem að Halldór nefndi svo sem ekki hjá sér, en það eru vísbendingur það að rækta upp dökkleita barrskóga plantegrur, að það sé líklega ekki skynsamleg leið sem loftslagsaðgerð á norðurslóðum, þar sem að snjór liggur annars alla jafna yfir jörðu og veturna, þannig að þetta breytir endurkasti varma frá
jörðinni á veturna, þannig að þetta getur leitt til meiri hlýnunar á landinu. Ég hef svo sem ekki nefnt menningarlandslagið ennþá, en klárlega er þetta eitthvað sem að myndi hafa áhrif á það líka. Þannig, þá ætti ég að þakka fyrir. Það sem að gerist núna er að það er örstu hlé, það er hægt að ná sér vatn, það er hægt að kasta sér vatni, en svo ég að koma hérna aftur 5 mínútur yfir og ég ætla að biðja ljósmyndarann að taka góðar myndir af Kristínu Huld og verðlaunahafanum eða heiðursfélaganum á Hjörleifi með fallegan bakgrunn og hann á að halda á blómunum mjög fallega, ég skal líka sýna ykkur þetta. Við erum ekki einhvern veginn að setja einu myndir á henni hérna með einhverja glæra sjálfur sér á bakvið, skiljið. Þið hinn farið að kasta okkur vatni og þið verða komin aftur til fá 5 mínútur. Ég meina, ef þið þurfið, skiljið, það er ekki skylda. Þannig að við hittist hérna 6 mínútur yfir og myndataka á hérna núna. Það eru fundargestir. Jæja. Að þið tilbúinir? Mér finnst þið ganga mjög hægt. Já, rífa sig. Það sé ég að biðja ykkur að gera. Vil ég gjöra svona, núna bara standa allir upp í sinn stól. Standu upp. Mér finnst eitthvað pínu lítið orkustig í þessu herbergi, þannig við gjörum svona tegja hérna aðeins úr ykkur. Sveifliði höndunum. Já, má ég sjá allar hendur á loftina? Já, má ég sjá ykkur? Svo líka ykkur að brosa. Þannig að heilinn gerir ekki greinaminn gervibrosi og alvörubrosi. Nú heldur hann að þið sé bara ánægð og gleð og hann er að framleiða hormón. Hvaða hendur á lofta? Og nú bara verður þið miklu glaðari og þegar nú veist þetta niður. Og þegar það er nefnilega jákvæður þá hugsa maður öðruvísi. Og þess vegna ætla ég núna að gefa ykkur á borðunum 2 mínútur þar sem þið segja ykkur öðru hvað ykkur fannst áhugaverðast við þessi erindi og þið ákveða hvaða spurningar þið ætla að spyrja. Og ég byrði panelfólkinni til að koma hér upp og koma sér fyrir hérna með það. Og ég byrja að taka tímann. Og ég mun verðlauna fyrir bestu spurninguna. Og ég ákveð sjálf hvað gerir hann á besta. Það eru gestir. Það voru tilbúin með sína brilljant spurningar og þau fengum með þessa verkefni fyrir, fram og svona, þannig að þetta er alltaf hreinu. Þetta voru mjög áhugaverð. Þið sjáu hérna myndið sem Guðni vildi sýna ykkur. En hún á aldrei sér aðra eins fjögur. Sjáu þið? Hún var líka með aðra mynd hérna. Þessi hérna, frá Seyðisfirði. Þessi myndi sérstaklega fyrir Halldóra þegar hann er ættaður. Þessi framlest prestsetrið og skemmtifélagsskip. Og þetta er líklegast myndir og styrkisofni. Það er ekki einhvern veginn. Sem vildi sýna ykkur. Og verslunin Brynja, ég veit ekki það hvernig vildi sýna ykkur annan. Og þetta var myndið annað frá ykkur yfir. Þetta er Reykjavík. Ekki Reykjavík. Ég ætla að hafa skemmtifélagsskip, við viljum sko hafa skemmtifélagsskip. Ok. Tilbúin. Kæru. Sjá hvað þetta er flottu panel, þetta er búið að taka myndaðir og svona. Og þau lítur vel út. Ok. Þá er bara spurning. Ég veit að margar spurningar sem brenna á ykkur hérna á þess að ég ætla bara að biðja ykkur rétt upp hönd af því við erum hérna við erum með mikrofón sem eru að hlaupa hérna með og þið getur talað jafn. Það er rétt upp hönd, má ég sjá, ekki allir í einu. Þá svo hverju byrja? Já, ég ætla að leyfa Hjörleif að byrja því hann er nú að fá þess að viðurkenningu og svona. Og ég sá hann var svo duglegur að skrifa hjá sér með því tölur. Hann er gjörðu svo Hjörleif. Takk fyrir, já, hann vann til að hafa þessi vakandi að skrifa nót þeirra. Það er tvennt sem ég vil nefna. Stopp, er kveikt á þessu? Já, það er þetta. Já, hýttu, Það er tvennt. Heyrist í mér. Nei. Það er eitthvað. Halló. Já, þetta er flott. Það er tvennt sem ég vil nefna aðeins, það er í sambandi við loftslagsbreytingarnar og bráðajöklarna og sjávarborðið. Og það er í sambandi við Grænlandsjökull, ef hann hverfur þá sé það 7 metra hækkun og ég vil ekki segja að þetta gerist á, þetta komið til með að gerast en
En það spurningin sem sagt áhrifin á þetta, það spurning til Halldórs. Hvernig meta menn þessa þætti í skipulagsvinnu? Hvernig eiga menn að meta þessa þætti þegar þeir kemur til skipulags? Og hvað segja tryggingar þetta? Eru tryggingafélög farin að taka tillit til þeirra áhættu sem þarna er á ferðinni? Ég hugsa Gosið í Reykjavík til dæmis. Nú annað sem varðar skógræktarmálin, sem þú sagt að frábært erindinnar Þóru, og þeirra allra raunar, það í sambandi við fjárveitingaferlið í sambandi við skógræktarmálin. Þetta alltaf opinber í framfærslu, við erum að borga þetta yfir 90% úr okkar eigin vasa, allt í þessum efnum og þetta rennur mjög ljúft fram náttúrulega og enn frekar með loftslagsbreytingunum, það er þá vera varnaraðgerð og hugsaðu ykkur hvað hallar á þarna í samband við mat á til dæmis fornleifum og fornleifaskráningu sem er algerlega horfin. Ég hefði með þetta að hugleiða þetta misvægi sem þarna, ég var það í tilíka. Takk að fyrir. Hvað segir það þú? Já, það var fyrst að finna viðmjög. Varðandi skipulagsmál, fyrsta lagi þá það nokkuð orðlíkjandi þegar hlýnar yfir 2 gráður stefnur og það helst hlutin svo heitur og á norðurslóðum hlýnar meira en þetta, þá verið að dæma Grænlandsjökul af, kannski það tekur 1000 ár þegar hann að fara. Sjálfsög ekki búast við því að 7 metra hækkun gerist á okkar ævi, en við erum að tala til nokkur 100 ára. Og þá ertu komin inn í þennan sem kallað skipulagsbygginga. Skipulagsákvarðanir sem eru teknar 1800 og eitthvað í Reykjavík eru ennþá með okkur. Og það er vissulega atriði sem þarf að skoða. Það er allur gangur á því hvernig gildir við þetta og hér á landi það þannig að skipulagsvaldið ekki, það sem sagt hjá sveitarfélögum og sveitarfélög geta haft mjög ólíka afstöðu til þess hver hættan er. Þannig að ég þekki alveg dæmi þar sem eitt sveitarfélag, dæmi Borgarbyggð, dróð dálítið glannalega hámörk, þar sem þeir gerðu ráð fyrir að byggð kvótar yrðu að vera mjög háir, sem stafaði því þeir voru að verja sig fyrir flóðum sem að gerast innan við brú og svo var svo lína framlengt allan hringinn í kringum alveg á Borg á Mýrum, eða lengra eitthvað. Og það var gróðferð, það var alltaf hátt á því svæði. Næsta sveitarfélag við með miklu lægri tölur og maður geta alveg horft á þetta völd fyrir sig hvað væri rétt að nota, því að náttúrulega sjáast með merkja að það sennilega niðurstaðan eitthvað líkt á milli, að báðir hafa gert farið offari í sitt frá áttina. Og þetta eitthvað sem óleyst. Og ég veit hins vegar alveg að skipulagsstofnunin hefur mjög mikinn áhuga á þessu, en þeir hafa hins vegar ekki algjört vald í þessum málum. Næsta, já. Mér langaði aðeins að bæta við því það var eitt af því sem ég kannski bara sleppti að í lokin, að það er eitt af því sem er rætt inn á svona sviði menningar samtaka sem ég og fleiri öðrum félagar í sem er ICOMOS sem eru tengd UNESCO og það sem núna undanfarna ár hefur verið lögð vinna í það að skoða hvaða áhrif loftslags og breytingar hafa á menningararf og hvernig að menningarminja stofnanir og geti brugðist við og það er frá bara viðurkennt að loftslagsváin er ein mesta ógnun sem steðjar að menningararfi heimsins og það hefur sérstaklega líka verið athygli vakin á því með hækkandi sjávarborði að byggð, borgir og bæir við sjó eru í mikilli hættu bæði vegna þessara hlýnunar og líka þessara veðurbrigða sem hafa mikil áhrif
og það eru borgir eins og til dæmis það bara núna nýlega var verið að kynna New York borg hefur látið gera tillögu, það var samkeppni hvernig hægt sé að verja neðsta hluta Manhattan með það í huga sem sagt bæði með þessara ofviðra sem að hafa geisað með miklum flóðöldum þarna á því svæði og þannig að það eru sem sagt víða í heiminum farið að huga af þessu á einmitt stöðum þar sem að byggð algjörlega niður við sjávarmál. Og ef þið hafa áhuga þá getið þið fundið þetta kallað Dry Line og það var danskur arkitekt sem starfar New York, Bjarki Ingels sem á hans stofa eða hans hópur sem vann eða fekk við þetta verkefni. Þannig að það mjög áhugavert að skoða það með hvað hætti þetta sem sagt gert til að því að verja þarna byggðina neðst á Manhattan. Já, þakka þér fyrir. Jú, það heyrist, já. Alveg eins og þú bendir á, þá eru þessi skógræktarverkefni borguð að langstærstum hluta af opinberu fé og þar með talin líka vinna landeiganda eða svo vinna sem hann kaupir til að kosta plöntunina. Og þarna skýtur vissulega mjög skorku við af því að þetta eru gríðarlega stór verkefni, þessi landshlutarbundnu skógræktarverkefni og skógrækt á lögbýlum og miklu meira fé hefur verið varið þarna á síðastunum bara 20 árum heldur en dæmis til náttúruverndarverkefna, það er mjög miklu. Það ekki til neitt heildarskipulag það hvar eigi að fara í svona nytjaskógrækt og kannski öllu mikilvægara hvar eigi ekki að gera það. Skógræktarverkefni á Íslandi hafa aldrei farið í mat á umhverfisáhrifum og það að hluta til vegna þess að þau hafa verið kerfisbundið brotin upp í einingar sem eru undir en minnir að það séu 200 hektarar sem lágmarkið. Þannig að þau eru kerfisbundin brotin niður í áfanga eða einingar sem eru oft rétt undir þessu marki. Þannig að þetta hefur ekki farið í neitt mat. En við langar líka til að bæta við að skógrækt ekki eina mögulega mótvægisaðgerðin gegn loftslagsbreytingum fyrir okkur Íslendinga. Endurheimt votlendis önnur leið og ég held að hún hefur marga kosti fram yfir skógræktina. Þetta varanleg binding og með endurheimt votlendis hægt að ná ekki bara bindingu á kolefni, heldur mörgum öðrum jákvæðis umhverfismarkmiðum líka sem að miklu takmarkaðra í skógræktinni, sérstaklega þegar við erum að planta trjám sem líklegt að verði ágeng í næstu framtíð. Ertu ánægð með þessu svör? Já, prýðilega. Þetta skynsamt fólk sem hér talar. Þakka þér fyrir. Það var önnur þátt og lofti sá ég aftur, já. Þarna styrkir til endurheims votlendis. Já, þessa. Komið sæl. Takk fyrir góða einnig öll saman. Sigurður Einarsson ég, í húsafélaganefnd. Ég líka skógræktarmaður, ég formaður skógræktar Safnahverfar og ég líka húsfriðina sinni. En það eru eiginlega tvær spurningar eftir það sem ég langar að varpa fram, annars eftir fóru. Það að ég finnst að horfa á það líka, það er komið fram hjá þeirri í erindinu, að við erum að tala um nytjaskóga. Við erum bara að tala um kolefnisbindingu, við erum að tala um okkar framlag til þess að framleiða timbur þurfum ekki að flytja það yfir hafið. Við viljum gjarnan byggja vistarhús og timbur mjög gott efni til þess að viðhalda þessu sjálfbærni í byggingarinnanum. Þannig að ég vil auðvitað horfa á það í staðinn fyrir að við setjum ekkert út á það að rækta tún út allt land, ágengum kannski grastegundum sem því byggja, en að leggja til nytjaskóga til mjög arðbærar framleiðslu finnst mér að við ættum að horfa
horfa allavega mjög jákvæðum augum og horfa ekki bara á þessa fjölbreytni í nytjaskógunum, en það kannski á við annað, einhverja indiskó og annað slíkt sem er annað hlutur. Þetta var til Þóru, til kannski Guðnýjar. Hver er spurningin? Spurningin erum við ekki, þurfum við ekki að horfa svolítið fram hjá þessari fjölbreytni af því að það er mikilvægt markmið okkar að fara í nytjaskóga. Og önnur spurning kannski sem ég náttúrulega frekar til Guðnýjar heldur en Péturs. Það á við að það er gaman að sjá Guðný sýnir þarna myndir af gömlu beraminstri og sem við viljum að halda í. Og svo sýnir hún svona kannski miður góðar myndir, það er Hafnartorgið og það eru Odderinn og Akureyri og annað slíkt sem eru þetta svolítið einkennileg þróun, þegar ég bara viðurkenna sem arkitekt í byggðarmistrinu sem við erum að fara. Ég er að taka þátt í verkefni sem er mjög umdeilt meðan kollegar minna sem eru miklu friðarsinnar og sumir sem eru svona sjálfskipaðir dómarar yfir endurbyggingunum, það er miðbærinn á Selfossi. Þar er verið að reyna að endurbyggja hús sem hafa brunnið eða verið rifin og búa til heilstæða við miðbæri. Er þessi aðferð Guðný og bara þessi aðferð hún verri heldur en þess að sjáum Oddeyri eða Hafnartorgi eða því að við teljum okkur vera að viðhalda byggingar kunnáttu, að kunnáttu að gera við og byggja á þessum gömlum húsum. Þannig ég hafi þetta ekki lengra. Þú byrja á Þóru með nytjaskóginn. Já. Ef þú segir að þetta er spurningi, þú orðaði spurningun einhvern veginn þannig, verðum við ekki að horfa fram hjá fjölbreytninni til að fara í nytjaskógræktina og þá myndi ég bara segja nei. Við eigum ekki að gera það. Við verðum alltaf að horfa á heildarávinninginn og hvað hann kostar í sem stærstu samhengi og ég held að hérna nokkuð staðar gildir það að í upphafi skuli endinn skoða. Að það að breyta landinu eins og það lítur út núna í stórsvæði undir nytjaskógrækt sem er í raun og veru landbúnaður, þetta er svona planteykru agroforestry eins og þetta heitir á ensku. Þetta hefur gríðarlega miklar afleiðingar fyrir líffræðilega fjölbreytni, fyrir landslag, fyrir jarðveginn, fyrir ekki bara plönturnar heldur líka fyrir fuglana. Ólafur Karl Nielsen hefur bent á það að ef að kemur til þessara fjölföldunar, ég vona að ég muni tölurnar rétt. Mig minnir að hann hafi sagt að þetta gæti leitt til 40% samdráttar í mólendi á láglendi og með mjög alvarlegum áhrifum á þá fuglastofna sem eru íslenskar ábyrgðartegundir og þá vegna þess að mjög stór hluti af annaðhvort Evrópustofninum eða heimsstofninum treystir á Ísland sem búsvæði eða sem varpsvæði. En hins vegar held ég heldur ekki að við höfum farið í nægilega mikla vinnu til að geta svarað þessari spurningu, hvort við viljum fara að líta fram hjá fjölbreytninni til að fara í þessa nytjaskógrækt. Ég hef dæmis ekki séð neitt mat eða samanburð á kolefnisspori frá íslenskum skógum og miðað við innflutning. Ég held að sá samanburður hafi ekki verið gerður ennþá. Ég ætla aðeins að tróða mig inn í þessar umræður skóga. Aðra því að þetta er aðeins fjallað þetta í vísindaskýrslu loftslagsbreytingar, kapli 8 og 9, annars vegar ræktukerfi og hins vegar óræktukerfi. Það er mjög mikil uppvöxtur sem kom fram í máli Þóru hennar. Náttúrulegur, innan gæsalappa, eða óstýrður uppvöxtur. Þá geta náttúrulega verið bæði birki og svo áfengartegundir einhverjar eldar. Það sem er kannski stóra breytingin er að þetta er að gerast sjálfkrafa og það er ekki tengt nytjaskógum og getur valdið þjóðum þar sem það fyrir svæði sem við viljum ekki fara inn á. Og það er
í þessu samhengi má taka fram að það er annað atriði sem er ekki því miður í skýrslunni sem er bara nýlega komið fram. Mat á því hvað er mikil losun vegna bara einfaldlega þessara landeyðingar sem eiga sér stað með uppblástri og fleiru, röskuð svæði. Og það mat er 2–20 milljón tonn á ári, sem bara í samhenginu það er annars vegar öll stóriðjan eða 10 sinnum stóriðjan. Og náttúrulega óvissu matið, þegar maður sér það 1–10 stóriðjur er óeðlilega hátt og það er greinilega að komast eitthvað að þessu tölur sem ég hef á Snorra Baldurssyni og félögum hans í Landbúnaðarháskólanum. Og það er auðvitað ef maður er að hugsa skotmark til að draga úr losun, þá eru svona fyrirbæri, náttúrulega ferli sem eru röskuð ferli, það sem er mjög mikil losun og það sem að Þóra minnist á með mýrarnar sem hafa verið framræstar, það eru náttúrulega röskuð kerfi núna sem eru að losa mjög mikil. Það er hægt að stoppa þá losun með því að fylla upp í skurðina. Það er ekki binding eins og það. Það er ákveðin misskilningur að það að fylla upp í skurði sé binding, það dregur einfaldlega úr losun. Sama gerist ef við náum að stöðva gróðureyðingu, þá dregur þá losun og ef við síðan náum að snúa ferlinu við með því að stuðla að öðrum gróðureyðar sem yrði þá gert með því að draga beitarálagi, þá myndir það síðan leiða til bindingar. Þetta er svona tvöðrið sem fannst mikið að koma fram þarna. En það er eitt af því að ég hjó eftir því í erindi Þóru í lokin endurskinn frá dökkum skógi. Þetta er svona atrið sem ég sé kemur oft upp og fer afskaplega mikið í taugarnar á mér. Hér er það þannig að sól er tiltölulega lágt á lofti á veturnar og þess vegna eru þessi áhrif ekki mjög stór. Og öðru legi, þó þau eru einhver, hafa áhrif á vetrarhita nákvæmlega í skóginum, en á móti kemur að bara veðurbreytingar vegna vinds og annars geta gert skóginn alveg jafn kaldan á móti. Og þannig að þetta er ekki áhrif sem að hafa neinn svona augljós áhrif á staðbundið veðurfar og þetta verður engin áhrif á hættandi veðurfar. Það er ekki það sem skiptir aðalmáli að álver sem að brennir hér CO2, það hefur áhrif á veðurfar í Kína. Skógur sem er ræktaður hér og breytir endurskinn eða veturtíð hefur engin áhrif á veðurfar í Kína. Það er þessi stóri mun. Talandi hins vegar sólina hvað er lágt á lofti, þá finnst mér þessi mynd hérna á veggnum mitt, þetta nú algjörlega kemur umræðurinn kannski ekki mikið við að leita það að þessi mynd augljóslega höfðalík. Og það vantar siðareglur fyrir arkitektur að gera ekki myndir þar sem að sólin er alltaf sett á eitthvað skrítinn stað sem getur ekki verið á. Og veðrið eins og á Spáni. En ef þið farið hvað átt sólin er og hvert þið að horfa, þá er hún óeðlilega hátt á lofti og veðrið er alltaf gott. Þetta væri að næturlagi Akureyri líklega og Þið getur alltaf gott við það. Og þetta er einfaldlega, ég hef séð með allir svona myndir, maður þarf eiginlega, og þannig að alltaf þegar þið sjáum myndir á arkitekturstofu þá skulum þið ekki trúa þetta. Og þið gerður og... Já, Sigurður, þú spurði hvort að það sé verra að gera það sem að er fyrirhugað á Selfossi, sem er að byggja í rauninni endurgerðir eða það sem að myndi kallast replíka af gömlum húsum eða að byggja eins og ég sýndi þarna þessar myndir eins og frá Hafnartorgi. Ég myndi ekki vilja stilla því upp sem þetta betur á verra. Það er kannski að bara verið að gera og byggja á ólíkan hátt og í tilvikinu eins og með Hafnartorgs húsin, þá kannski fyrst og fremst er það sem ég var að reyna að benda á að það er verið að byggja einhvern veginn í algjörlegu ósamræmi við þá byggð sem fyrir er. Það er í rauninni sprengtirafli skala og það sem er eiginlega líka, og kannski kom ekki, þetta var ekki kannski besta mynd, en líka að hún lokar sjónlínum til dæmis út á höfnina í Reykjavík sem að auðvitað fyrir okkur Reykvíkinga hefur alltaf verið svo mikilvægt að sjá út á sjó og sjá Esjuna. Þannig að það kannski er þar sem að þessar byggingar gera, þær breyta líka í rauninni einhvern veginn bæði upplifuninni að standa núna til dæmis niður við Arnarhól
og horfa út til norðurs og norðvesturs. En það sem að þú nefnir í rauninni leið sem að valinn að fara á Selfossi sem byggir á því að byggja ný hús sem að eru þá eftirgerðir af gömlum húsum sem að eru horfin en þau hafa ekki staðið öll á Selfossi, þau verða að byggja í rauninni nýja byggð. Ég hef átt svolítið svona í þeim skilningi ekki kannski alveg tekið mig svona fullmótaða skoðun á því hvort þetta er gott eða slæmt. Mér finnst þetta í rauninni það sem að kannski það snýst það sama. Það þetta svipmót og yfirbragð, það verður að byggja inn í byggð sem að fyrir og svo snýst þetta líka það að þeir sem að gera þetta, þeir séu sem sagt í rauninni bæði skýrir sjálfir með það hvað þeir að gera og vilja gera og líka hvernig að það kynnt og kemur fram. Ég veit ekki hvort þú skilur að þá ég að hugsa að sem sagt að það muni koma fram að þarna nýjar endurgerðir á húsum sem að voru einu sinni til að ræða. En ekki þannig að þegar að fólk kemur inn og sér þetta og segir þetta gamalt bær, þetta hér Selfoss sem hefur verið byggð mjög lengi, 19. aldar eða jafnvel fyrr. Þannig að það kannski svona í þeim skilningi og þetta auðvitað líka sem að við höfum aðeins heyrt og verið tekist á hér í miðbæ Reykjavíkur þegar verið að bæði að endurgera hús og líka flytja hús á milli staða og byggja ný hús sem að hafa í sér einhver minni gömul hús eins og til dæmis að gert niður við Aðalstræti og þetta allt saman ákveðnar leiðir til þess í þeim tilvikum eins og hér niðri í miðbæ Reykjavíkur að styrkja götumyndir eins og í Aðalstrætinu og það kannski það sem að svona aðal og hugtakið eins og í verndarsvæði í byggðlögunum og hugmyndunum að það þetta svipmót sem að menn þá búnir að greina, taka afstöðu til hvað þeir vilja vernda og að það sem að kemur inn nýtt það sé til þess að styrkja og bæta umhverfið. Ég veit ekki hvort þetta svaraði Sigurður. Pétur, viltu bæta ykkur við þetta? Við gerum það, já. Nei, ekki nema vilju, ég er ekki neina mig. Halló, já, þakka þér Sigurður fyrir þessa spurningu. Ég hef ekki lýst mikið skoðanum mínum á skipulaginu á Selfossi, en ef ég horfi bara á það sem út frá forsendum skipulags, þá finnst mér að vera mjög jákvætt og vel unnið. Byggingarnar í fínu mælikvarða, þannig að verða að búa til styrkja taka í rauninni ágangsvæði sem akkurat á miðpunkti bæjarins og breyta því í blandaða byggð sem öfugt við það sem kannski við sjáum á skjánum sniðið að mælikvarða staðarins og ég finnst líka sérstaklega, mér finnst það líka allt í lagi að endurbyggja byggingar sem voru einu sinni á Selfossi og þá sérstaklega hús mjólkurbúið sem það á samt að reisa nýtt hús eða ekki sem í nokkurn veginn formi gamla mjólkurbúsin sem var mjög falleg bygging og Selfyssingar sáu mjög eftir því þegar það hús var rifið og það getur vel verið að mörgum okkar arkitektum finnist það skrítið að vera endurbyggja gömul hús. En þetta ég reynum að hugsa að þetta getur verið á sér menningarlegar forsendur. Við erum að sjá þegar að til dæmis borgir hafa verið eyðilagðar í styrjöldum á óvinaher, þá getur það bara verið haft ákveðið tilfinningagildi fyrir samfélagið að endurreisa þessar byggingar. Þetta er einhver svona tilfinning sem miklu stærri en einhver listfræðileg spurning og þarna kannski bær að leita ákveðum íterfi, hann búinn að glata ákveðum húsum. Það eina sem ég kannski pínlítið skrítið að taka svona kannski bókstaflega hús úr öðrum sem voru þekkt hús úr öðrum stöðum og gera þau en mér finnst það ekki vera stóra atriði og ef að markmiðið það að þjálfa fólk upp í að
sem sagt, vonandi að byggja inn í þetta verkefni það að þjálfa iðnaðarmenn upp í vinnubrögðum við gömul hús eða viðhalda ákveðna hagkvæmni, þá var það líka jákvætt. Takk fyrir. Og þá er spurning, hverju var hérna með spurningar til Þórs eða? Já, ég svona. Já, Anna-Lísa heiti ég á Fornasögusafni. Ég langar að ræða hans herminjar og yngri minjar. Og svo Þór fór heitir, mjög skemmtilega. Og við á Fornasögusafni erum að skráða þessar minjar, jafnáðum og við skráðum kortlegar og setjum inn í skýrslur. Lík og tölur eftir fyrir hjá okkur. En þú varst að ræða einhverja aðferðir við að hvernig má vernda þetta og tala hverfiskyglar og einhverja aðrar aðferðir. Og þessu hverfiskyglu hefur verið tiltölulega lítið notað í verndun á herminju. En samhliða því þá ætlum sem ég hug að það væri kannski hægt að búa til lista yfir yngri minjar eða bara minjar almennt sem stæði til af friðlýsa. Og þá er hér að horfa til laga eins og náttúruminjar og það er til listi og þar sem aðilar sem koma að skipulagi geta skoðað og séð hver stefna í minjavörslu er. Þó það sé kannski ekki verið að friðlýsa þessi staði, en þá er það grunnur af vinnu. Og ég sé fyrir mér að legið fyrir nokkur 100 staðir víða landið og við erum svona nokkuð veginn með þetta í kortinu. Hvað við sjáum að eru staðir sem ætti að friðlýsa eða ætti að hugsa við. Og þess vegna er spurningin, gæti Minjastofnun sér fyrir sér að halda utan lista svona minjar og í framtíðinni þegar við endurskoðum lögin þá mætti þessi vinna liggja þar inni og koma inn í næsta lagapakka. Ég held að það sé alveg rétt að fókusin hingað til hefur ekki legið á þessum samtímaminjum. Einmitt vegna þess að þær eru ekki friðaðar, ekki aldursfriðaðar og þess að það hefur ekki verið kannski mótuð nógu skýr og góð stefna það hvernig við ætlum að varðveita þennan flokk minja. Og þú nefnir það að hér í Reykjavík hafa menn verið að skrá þessa minjar skipulega og menn hafa kannski gott yfirlit hér í Reykjavík margt og sumir fornleifafræðingar í tengslum við skipulagsvinnu hafa líka skráð sérminjar. En það er bara happ og glappa í rauninni hvað lendir hverju er safnað saman í tengslum með skipulagsvinnu og það endar þá alltaf á ábyrgð sveitarfélaganna svolítið að ákveða það í fyrsta lagi bara að vita af þessu og í öðru lagi hvort þeir ætla að gera eitthvað með þetta. Og ég held að þetta dæmi sem ég nefndi frá Garðabæ sé bara dálítið einkennandi. Menn átta sig kannski ekki á möguleikunum í því hvað felst í því að gera svona stað skemmtilegan og hvað ef maður er að skipuleggja eitthvað hverfi, hvaða einhver flottur hönnuður getur gert með svona minjar í sínu skipulagi. Ég tek alveg heils hugar undir þetta sem þú ert að nefna, að við þurfum að móta stefnu um þetta. Við þurfum að gera svona einhvers konar tentatífa lista með það hvað þarf að friðlýsa. Við erum aðeins komin að stað með þetta varðandi herminjarnar því að bæði fornleifasjóður og húsafriðunarsjóður hafa verið að leita styrki í að skrá þessar minjar og meira að segja aðrir sjóður líka og sjóður á Reykjanesi sem að veitti styrki skráningu herminja á Miðnesheiði. Þannig að ég held að við séum svolítið að vakna til vitundar en það vantar bara að taka þetta skref, við þurfum að lista þetta upp og átta okkur á hvaða svæði þetta eru sem að, og þessar minjaheildir, hvað það eru sem við þurfum virkilega að standa vörð um. En varðandi skipulagið og aðferðir til að ná utan þennan minjaflokk, þá held ég að við þurfum að hugsa þetta svolítið vel í næstu lagaumferð eða breytingar, þegar við förum í breytingar á lögum, að við hugsum þennan minjaflokk svolítið, hvernig getum við staðið sem best vörð um hann og
það gæti meðal annars falist í því að það er eins og ég nefndi, eina aðferðin væri bara að til dæmis bara flokkurinn minjar, bara njóti bara friðunar, rétt eins og aðrar aldursfriðar minjar og svo getur það verið jafnvel einhverju fleiri flokkar sem að væri ástæða til að gera. En ég tek undir þetta, Lísa, að þetta er mjög mikilvægt að við mótum stefnu í varðandi varðveislu samtíma. Nanna? Nanna Hermannsson heiti ég og ég vildi spyrja þig Þór þessar herminjar. Ég veit að þarna skuggi ástandsins er svona einhvern veginn að hörfa frá herminjanum eins og hann var á 70 árunum, þá var þetta mætti ekki tala þetta. En nú komnar svo margar bækur stríðsárin. Hvað myndið þú vilja gera ef þú hefði pening, mannskap og gæti haft tíma til þess að kynna herminjarnar? Af því það spurningum viðhorf almennings, ekki bara skipulagsarkitekta, en auðvitað mætti taka kannski eitthvað sérstak fyrir í arkitektanáminu. Spurning. Já, hvernig myndum svona kynna þær, eða er það hugsa það? Ef þú hefðir frjálsar hendur. Og skipa á penningum. Og skipa á penningum. Já, það sem að ég til dæmis, af því að ég er núna akkurat og allt til að ákveða. Sko ég sé bara, af því ég er núna með Patterson flugvöll bara þessa dagana á borðinu hjá. Og þarna er náttúrulega Patterson völlur tekur yfir mjög stórt landsvæði og þarna eru þessi byrgi, þetta eru mikil mannvirki og auðvitað er þetta kostnaður, það er það sem að fólk horfir í og það sem að maður fær líka að heyra er að það er alltaf öryggissjónarmið. Það er svo hættulegt að láta þetta bara standa, einhverjir eru farnir að keyra ofan á byrgin og gætu kannski poppa niður. Þetta heyrir maður gjarnan þegar fólk vill losna við eitthvað. Ef ég bara tek Patterson öll, að einhverju hönnuður sem myndi vilja gera eitthvað með þann stað, möguleikarnir held ég sé alveg óteljandi. Hvar í veröld getur verið með svona búlevarð í miðju hverfi með byrgin og kannski nýttu og eitthvað skemmtilegan hátt og þeir eru nefnilega sjónrænt svolítið flott, svona torfhús með vellinum og myndu menn ekki leggja leið sína í Keflavíkur eða Reykjanesbæ bara til að keyra þennan búlevarð, bara svo dæmi sér tekið og það er ekki endilega það að maður þurfa að hanga á öllu. Það er hægt að gera græna reiti og bílastæði og eitt og annað þó maður haldi kannski strúktúrnum. Þannig að það eru óteljandi möguleikar fyrir hendi og það sem að þarf að gæta að er bara það að við sópum þess ekki burt, bara hugsunarlaust, á þess að hugsa betur hverjir eru möguleikar og hvað getum við gert með þetta. Er það kannski eitthvað sem að gæti verið skemmtilegt og spennandi að halda til haga og stríðsárin eru þetta ekki bara Íslandssöguna, þetta eru heimssögulegir viðburðir og allir þessir ferðamenn sem koma hingað tengja strax við. Þannig að þetta eru mikil verðmæti og það er auðvitað þannig við getum kannski ekki varðveitt allt en það er hægt að gera miklu betur. Og þetta er svona bara dæmi þar sem að ég myndi bara vilja að við stöldrum við, hugsuðum málið og hóðum svolítið í það. Hvernig getum við nýtt þetta á góðan hátt. Við erum að sjá hvernig við höfum endurlífgað höfnina hérna með gömlu beitarhúsunum hér sem er alveg stórvel lukkað. Er ekki hægt að gera eitthvað sambærilegt þarna út á Reykjanesi? Það er mikrofónni, ég ætla að segja að veturinn sem ég kenndi í Jökulsárhlíðinni þá rak einhvern undarlegan hlut á land og við fórum öll í ferðum með börnin og menn mættu með kúbein og járkalla og reynda að brjóta þetta upp og svo komur ljós þetta að sprengja og seinni heimsstyrjöldinni sem að reki þarna á land og það var einhver kall sem fekk 5-falt álag við að keyra þetta niður til Seyðisfjarðar og svo þetta flutt til Reykjavíkur og nú bara eigum þessu menningarminnum, hugsið ykkur. Og við höfum öll svo gaman af þessu, það var þvílík spenna í lofta með að reyna að opna þetta. Það var beðið minna. Ég heiti Alma og starfa á Borgarstjórasafni og ég er með spurningu til Péturs. Þegar þú varst að tala válista,
þá fór ég að hugsa bara heimasíðu sem að Historic Environment Scotland heldur og heitir Buildings at Risk, þar sem að byggingar sem eru flestar friðaðar og eru í eigu ríkisins, þetta eiginlega bara skrásettar, þetta bara listi yfir byggingar sem eru margar hverjar standa bara tómar og þetta í rauninni hugsað svona fyrir framkvæmdaraðila og þá sem að hafa áhuga á að kaupa þessar byggingar fyrir lítinn pening og þannig varðveita þær í staðinn fyrir þær grotni bara niður af því að ríkið hefur ekki fjármagn til að halda þeim við. Þannig að þegar þú varst að tala válista, þá fór ég að hugsa hvort að það væri einhver raunverulegu listi eða já, þannig að það er spurning. Já, ég gerði þetta svona af byggingarskap af því að þessi hús eru bæði í eigu ríkisins og hafa svolítið verið inn á okkar borði en þetta er hugmynd sem við höfum rætt hjá Minjastofnun, þá ekki bara fyrir hús, heldur bara að gera þetta svona til að draga vekja athygli okkar heimasíðu og líka ýta þessum málum áfram. Nú, það má til dæmis, það er einn bær sem að sker sig úr sem að er Siglufjörður því að þar ákvað bæjarstjórn fyrir mörgum árum síðan að auglýsa eftir fólki sem að væri viðbúin að taka að sér að gera við gömul hús sem voru í veiðileysi og gátu fengið þau í rauninni með nánast ókeypis með smá fjárstuðningi gegn vilyrði að þau myndu gera við þau. Og þetta geti til dæmis mjög vel átt við á bæjins og Seyðisfirði þar sem að með þetta hús og sem að er í rauninni það þarf mikinn fjárstuðning til þess að koma svona stórum húsum í kring. Þess vegna eru til dæmis bæjir eins og Akureyri og Seyðisfjörður sérstaklega svona erfið dæmi þar sem það er svo mikið, minni hús eru auðvitað við eiga því að það geta einstaklingar komið að og það er svona viðráðanlega fjárhagslega að gera þetta góða. En þessi stóru sambýlishús geta verið býsna erfið við eiga og þar þarf eitthvað meira að koma til og einhver svona kerfi, þetta mætti gjarnan gera. Nú, það er eitt sem að það er náttúrulega búið að vera lengi lagaheimild fyrir sveitarfélög að fella niður fasteignagjöld fyrir eigendur friðlýstra húsa. Þetta var einu sinni tíðkaðist hjá Reykjavíkurborg með eigendur friðlýstra íbúðarhúsa en það var svo skorið tekið burt og ég held að eina sveitarfélag á landinu þar sem að þetta er í gildi, það er Garðabær. Eina sveitarfélagi sem gefur eigendur friðlýstra húsa sem eru reyndar ekki mörg en þó fleiri kannski en maður heldur, allavega 5 eða 6 að það sem að þessi afsláttur er veittur. En ég held að það þurfi svona fjárhagslega hvata og þetta er eitthvað sem það þarf að skoða mjög vel og það er náttúrulega svo stóra viðfangsefni er náttúrulega líka kirkju landsins sem er eitthvað sem við erum að tala um í febrúar en hvernig á að fjármagna hvernig ætlum við að halda áfram á þeirri vegferð að halda við þessum merkilega byggingararfi allt land sem að er í rauninni kannski margar þessum kirkjum að missa hlutverk sitt. Er þetta nægilegt svar? Takk fyrir. Ég tók eftir því í máli þínu, Guðmundur Stefán, Minjavörður Norðurlands vestra, þú varst að tala þarna þessa ágengu tegundu ykkur, veiran á þetta. Að þú myndist ekki á eina ágenga tegund sem ég hef miklar áhyggjur af og ég held að sé eyðileggja alla bæjarhóla. Það er kanínan. Hvað á að gera með hana? Er það ekki hún sem var þarna, þetta var ekki lagnir þarna í Vík í Skagafirði, var þetta ekki bara kanínur? Ég var að veikna það að ég hef ekki reykst og kanínuhólu við umgrönd ennþá, en lundar eru kannski ekki skilt fyrirbæri en þeir eiga það samverðið með kanínum og þeir grafa hólur. Þeir eru íslenskir. Þeir eru íslenskir. En þeir hafa valdið skaða líka víða út við sjó í þessum lundarbyggðir eru á Minjastöðum og það dýr sem að grafa niður í jörðina, þetta getur alltaf verið áfram. Ég veit ekki hversu stórt kanínuvandamálið er, sjálfsagt það er að verða mega. Hér í Reykjavík. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka fyrir hérna Minjastofnun, leggjast yfir. Dálítið vandamál í Bretlandi. Mikið vandamál í Bretlandi, heyrið það. En við erum bara svoandi að þið eru svo próf. Það ekki. Hanna Rósa?
Hún ætlar að viðurkenna það, hún sleppti kanínur sinni lausri á gásum. Já, komið sæl. Ég ætla að byrja að þakka fyrir áhugaverði reyndi hérna. Hanna Rósa Sveinsdóttir heiti ég og sitt í húsafræðinni. Mér er að renna blóðið svolítið til skyldunar að því þessi mynd er hérna upp á skjánum, af því ég kem nú frá höfuðstað Norðurlands, að nefna einmitt í þessu samhengi að það sem Guðni gerði kom inn á, það væri það að fjárhagsleg sjónarmið væri iðulega höfð, það væri eitthvað því sem ógnaði varðveislu byggðar. Og ég held að við séum með ákvæmlega gott dæmi það hérna upp á töflunni, hérna fyrir framan okkur, myndir sem að sýnir þessar tillögur sem í skipulagslýsingu sem var búið að auglýsa á Oddeyrinn og Akureyri og verður að segjast eins og það hefur vakið afskaplega misjöfn viðbrögð og mjög sterk viðbrögð í samfélaginu. Þess að þarna er akkurat kristallast þetta í umræðinni að það eru fjárhagsleg sjónarmið þarna sem eru fyrst og fremst höfð að leiðarljósi í skipulagslýsingu og ganga algjörlega í berhögg gegn nýlega samþykktu skipulagi fyrir þetta svæði þar sem var gert ráð fyrir tiltölulega hógværi byggð, svona hófstilltri, meira í samræmi við það sem að fyrir væri og annað og það er bara algjörlega horfið frá því á grundvelli fjárhagslegra sjónarmiða vegna þess að það er sagt að það þarf að kaupa eignir þarna. Þetta er sundurlaust svæði, það er svo dýrt að við getum ekki, það verður ekki fjárhagslega hagkvæmt nema að fá að byggja svona stórt. Og seglin á pollinum eru það sem er verið að bjóða upp á þarna núna. Og af því að Guðni nefndi líka þessi, ég var glæra þetta sem að sýndi skemmtiferðaskipin. Þannig bara svolítið gaman að það hefur líka verið notað á báða vegu. Við sjáum þarna skemmtiferðaskipin og þeir sem hafa verið að tjá sig hvað mest þetta hefur verið mjög heitt mál á samfélagsmiðlum að þarna séu konir ágætis mælikvarðar sem að sýna þá þegar húsin væri komin að þá væri það álíka há eins og þeirra stærstu skemmtiferðaskipin í Höfn sem nú bara í nokkra klukkutíma á sólarhring og versus það að hafa þennan óskapnað þarna svo ég leyfi bara að segja það. En þetta er, eins og ég segi, þetta er mjög gott dæmi tillögu sem byggir á fjárhagslegum forsendum sem kemur þarna inn og tekur ekki tillit til nágrennis. En spurningin hins vegar sem ég ætlaði nú að nefna hérna að það er þetta í sambandi við loftslagsmál og þau séu mjög aðkallandi og sem áhættuþáttur fyrir minjar og þá velti ég fyrir mér og kannski beini spurningu til Halldórs og tala þarna skipulega áhættustýringu og er hægt að beita svona skipulega áhættustýringu í sambandi við minjavörslu og ef svo þá hvaða leiðir væru færar því? Takk fyrir. Já, auðvitað eitthvað hægt við það eins og annað. Lykilatriði er að meta hvað það er að byrja raun og ráði að átta sig á því sem hvað er umfang hættunar og síðan að átta sig á því hvað er ásættanlegt, hverju erum við reiðbúin að fórna og síðan taka menn til einhverja aðgerða til að tjón verði ekki umfram það. Það er raun og verið einfalda leiðin. Í skipulagsmálum þá er þetta því miður eins og svaraði áðan að það var láta mikið í allar áttir. En það er alveg hægt að taka á þessu eins og öðru. Þannig að þér er einhver hérna sem brennir með spurningu. En þá nefnilega langar mig að spyrja ykkur hérna, er einhver spurning sem þið fenguð ekki og þið þráið að fá að svara? Og undirbúið heima og svona? Einhver svo leið? Er einhver spurning sem þið hugsa bara Guðmund og ég vona enginn spyrja þessu? Er einhver svoleið spurning? Ekkert svoleið heldur? Nei, gerðu svo vel. Já, ég bæti aðeins við að það tengist nú skógræktar áhuganum og skógræktarstarfinum. Nálega mér er svolítið skilt svona úr æsku þar sem ég var sem upp í friðuðum skógi, fyrst á Íslandi. Var nú fylgst með þessu og þekki vel þetta andrúmsloft og fólk í kringum það. Og þetta er viðkvæmt svona umræðuefni hjá mörgum en það er dæmi gert fyrir ákvarðanir til dæmis á Alþingi þegar það var búið til þegar var til umræðu þar sem ekki var í umhverfismat þessi bændaskógrækt þá risu náttúrulega ýmsir höfðingjar upp og til varnar því þetta fær í almennt umhverfismat og
niðurstaðan var þessi 200, er það ekki, 200 hektarar var það, já, 200 hektarar og síðan gengið framhjá að svo þegar teknar stærri lendur þá bara búta niður, þannig að það þurfa ekkert umhverfismat. En ég vil bara nefna það hér að ég hef fylgst allgrannt með framkvæmdin austur og héraði sem hefur tekið þetta gjörbreytingum og ýmislegt það til bóta sjálfsagt og annað niður. En þar blasir við handahófið í þessu starfi og það til dæmis verið að svo þeir sem fara í þetta, þeir fara bara í vegagerð upp holt og hæðir með jarðýt svo þess að sér nokkurt mat lagt á til þess að geta komist með tæki til að fara hátt í hlíðar meðal annars. Það alveg dæmalaust að sjá þetta, hvernig að þessum hlutum staðið. Og sko eitt það að því að var nefnt hér skógrækt sem landbúnaður. Það hefur verið til umræðin, það ekki eiginlega alveg horfið. Nú er það bara að klæða landið loftslagsmál sem kalla á þetta upp allar holt og hæðir. Svoleiðis að ég held að þarna þurfi þrátt fyrir það að ýmislegt verið gott í samstarfi eins og Stefán minntist hér á. En þá held ég að þarna þurfi mjög róttæka endurskoðun á þessum vinnubrögðum. Mjög róttæka. Og ég vil nefna eitt dæmi sem þetta er gamans því að ég fór fram á eða vakti athygli kirkjunnar á því eða kynnti þeim hugmynd sem ég hef það að fjarlægja svolítið að lerki frá Tröllkonustigi í Valþjófsstaðafjalli. Sendi þeim erindi. Ég hvort að þau hefðu nokkuð við það fellt nokkrar lerkiplöntur til að Tröllkonustígur fengi notið sig, hann er mjög áberandi mannslægir. Ég fekk stutt og laggott svar að beiðninni væri hafnað því að það væri í loftslagsmálum mælt gegn því að skógur væri höggvinn. Svo stutt var það. Ég sendi erindi tilbaka og bað að fá að koma á fundkirkjur og skýra mál mitt. Ég hef ekki ennþá fengið tíma en ég hlakka til þess stundar. Þakka þér fyrir. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir vegna þess að tíminn er búinn. Klukkan er 12 nú leitt. Er þessu brennur? Bara eitt talandi Tröllkonustíg. Ok. Hann er nú væntanlega friðaðar fornleifar, er það ekki? Hjálfur. Já. Að spyrja hvort að Tröllkonustígurinn sé friðaður fornminjar. Er hann ekki aldrei 100 ára? Jó, hann er nú orðinn eldri en 100 ára náttúrulega. Þannig að þá er náttúrulega bara óheimilt að planta í friðaðar fornleifar. Og ég hef meðmæli, bara taka það fram, ég hef meðmæli í skógræktarmanna hér að fjarlægja þetta sem við gerðist bara fyrir tilviljun að fara að planta með honum og tegja lerki í skóginn upp með þessum jarðmyndum. Hjörleifur, við semjum við... Það orkaði ekki að kirkjuráð. Sko, við semjum bara við stránkæðilega menn að höggva þessi tré í skjóli nætur. Og segjum við þá þessi fundi hér í dag lokinn. Ársfundi Minjastofnunar Íslands 2019 er slítið. Kæra þakkir fyrir komuna.